við förum í fjórða mál á dagskrá sem umræða jafnrétti í sveitarfélögum og þá tekur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fyrst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil nú byrja á að taka fram að ég gleðst yfir því að vera hérna. Ég náði nú ekki að segja mikið sem forseti í upphafi fundar, en það gaman að halda fund hér í Borgum í Grafarvogi. Ég hef verið hérna aðeins í vikunni og það greinilegt að hér bæði gott og mikilvægt starf unnið og það frábært þegar að borgarstjórn ferðast svona borgina. Þetta vissulega pínlítið vesen og dálítið svona flókið að fara ekki alltaf á sama staðinn, en þetta gefur okkur allt öðruvísi innsýn í starfsemi borgarinnar heldur en við fáum í rauninni frá Ráðhúsinu og miðborginni, og það mjög gott og mikilvægt að fá að vera hér í þessa, þó ekki sé nema í þessa örfáu daga. En nóg það, förum yfir í jafnréttismálin. Það þannig að þó að Reykjavíkurborg sé ekkert sérstaklega stór, að þá eru verkefni á vegum borgarinnar mjög fjölbreytt og umfangsmikil. Sveitarfélagið sér sameiginleg verkefni íbúanna gatnagerð og göngu- og hjólastíga og almenningssamgöngur og rekstur leik- og grunnskóla og frístundaheimili og þjónustu við fatlað fólk og þjónustu við aldrað fólk og við rekum húsnæði og við rekum orkuveitu og við sjáum sorphirðu og við rekum bílastæði og við erum með fjölbreytta menningarstarfsemi og svona geti ég lengi talið. Við erum að í rauninni reka samfélag fjölbreytts fólks á öllum aldri og af öllum kynjum og með ólíkar þarfir og áhugamál og hæfileika sem nauðsynlegt að koma til móts við. Við viljum ekki tryggja öllum sömu tækifærin, heldur viljum við aðlaga tækifærin að þörfum og vilja íbúa þannig að allir geti nýtt þau tækifæri sem eru í boði. Það sem sagt ekki bara hlutverk borgarinnar, þegar ég á við það að við viljum ekki tryggja öllum sömu tækifærin, að þá segi ég, við viljum ekki bara passa upp á að allir borgarbúar geti ekið bíl, við viljum tryggja að þau sem ekki aka bíl geti valið aðra samgönguhætti. Sömuleiðis það ekki bara hlutverk borgarinnar að tryggja að allir geti spilað fótbolta, við þurfum að tryggja að í boði séu fjölbreytt íþrótta- og frístundatilboð líka fyrir þau sem hafa engan áhuga á fótbolta. Þannig tryggjum við tækifæri og virkni í samræmi við vilja og áhugamál borgarbúa. Þetta kúnst, það kúnst að taka tillit til fjölbreytileikans, að rækta fjölbreytileikan og stuðla að blómlegu mannlífi, tækifærum og virkni í samfélaginu. Sem betur fer hefur þó ríkt mjög sterk og þverpólitísk sátt þessar áherslur. Auðvitað greinir okkur á afmörkuð verkefni, leiðir eða áherslur, en stóra myndin og markmiðið áþekkt hjá öllum flokkum og öllum borgarfulltrúum. Jafnréttismál eru ekki gæluverkefni. Jafnréttismál eru þannig að sveitarfélögum ber lögbundin skylda til að starfrækja jafnréttisnefndir, gera jafnréttisáætlanir og skila skýrslu stöðu og þróun jafnréttismála til jafnréttisstofu með reglubundnum hætti. Sveitarfélögum ber að fjalla jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna innan sveitarfélagsins og nefndunum ber að fylgjast með og hafa frumkvæði að aðgerðum til þess að tryggja kynjajafnrétti í sveitarfélaginu. Í Reykjavík fer mannréttindaráð með hlutverk jafnréttisnefndar, enda hefur Reykjavíkurborg í þessu sem mörgu öðru á sviði mannréttindamála og kynjajafnréttismála gengið á undan með góðu fordæmi og tekið fleiri málaflokka inn í sitt jafnréttisstarf. Með samþykkt mannréttindastefnunnar vorið 2006 fyrir 10 árum síðan var djarft og framsækið skref stigið á sínum tíma. Í mannréttindastefnunni fjallað fjölþætta mismunun, en ekki síst gerð rík krafa til stöðugrar kynjasamþættingar í öllu starfi, ekki síst í mannréttindastarfi, enda kynjakerfið samofið allri mismunun líka innan minnihlutahópa. Og hér nota ég orðið kynjakerfi svo umræðan fari ekki út í það hvort við að segja kynjakerfi eða feðraveldi, en fyrir mér þetta orð að lýsa einu og sama kerfinu, því kerfi þar sem að körlum og konum skipt upp í 2 hópa sem tileinkað ólíkum eiginleikum og alið upp í að í rauninni aðskilja í staðinn fyrir að allir geti nýtt sín tækifæri óháð kyni. Nú, á vegum Reykjavíkurborgar eru svo fjölmörg verkefni í gangi
verkefni sem að hafa notið, og ég ítreka það, hlotið víðtækan pólitískan stuðning og skipt mjög miklu máli. Þannig get ég nefnt og fyrst og stærst náttúrulega mannréttindastefnan sjálf sem að tekur til styrkveitinga, til uppeldis- og fræðslustarfs, til klámvæðingar og vændis, til launamunnar, til tækifæra og almennrar samþættingar, auk margþættrar mismununar sem að skiptir auðvitað líka mjög miklu máli. Við rekum jafnréttisskóla þar sem að við erum að reyna að stuðla að og aðstoða bæði nemendur og kennara við að uppfylla þau eða stjórnendur og kennara við að uppfylla ákvæði aðalnámskrá jafnréttisstarf í skólastarfi. Við rekum ofbeldisvarnarnefnd þar sem að við erum í mjög góðu og víðtæku samstarfi við alla þá aðila sem að koma að því að reyna að uppræta kynbundið ofbeldi í samfélaginu og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi mun án efa fara betur í starf hennar hér á eftir. Við höfum innleitt og erum að innleiða kynjaða starfs- og fjárhagsáætlunargerð þar sem að við erum að reyna að tryggja það að fjármagn nýtist sem allra best, ekki síst með hliðsjón af þörfum og vilja ólíkra hópa í samfélaginu og þar á meðal kynjana. Við erum aðilar að Evrópusáttmála jafna stöðu karla og kvenna í sveitarfélögum. Við erum með aðgerðaráætlun gegn kynbundnum launamun á vegum sveitarfélagsins. Við komum að og höfum átt frumkvæði að stofnun verkefnisins Saman gegn ofbeldi sem er líka á vegum ofbeldisvarnarnefndar þar sem við vinnum að því að uppræta heimilisofbeldi. Við höfum samþykkt aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni á vinnustöðum. Við höfum farið í aðgerðir gegn súlustöðum og vændi, fyrst í gegnum skipulag fyrir löngu síðan þar sem að borgin gekk á undan og í rauninni útrýmdi nektardansstöðum úr Reykjavík en síðar með bæði pólitískum yfirlýsingum og ályktunum og áskorunum ekki síst á þingið sem að síðan brást við og hefur breytt lögum í þá veru sem við óskuðum eftir. Á vegum borgarinnar eru svo bæði stór og smá samþættingarverkefni og svona ögrunarverkefni gegn stöðluðum ímyndum kynjana bæði á vegum mannréttindafulltrúa en ekki síður bara einstakar starfsfólks og stofnana á vegum borgarinnar. Þannig að Reykjavíkurborg er auðvitað að gera heilmargt gott og það hefur, ég myndi segja að við ættum að geta verið mjög stolt af því að búa í Reykjavík, ekki bara vegna þess að Reykjavík er höfuðborg landsins sem að mælist ár eftir ár sem mesta jafnréttisland í heimi, heldur líka vegna þess að Reykjavíkurborg hefur dregið vagninn þegar við skoðum Ísland allt, bæði sem sveitarfélag en líka sem stjórnvald gagnvart Alþingi og ríkisstjórnum á hverjum tíma, þar sem við höfum bæði með áskorunum og bara verkefnum teymt vagninn í átt að auknu kynjajafnrétti. Það er nú samt þannig og það er alltaf hætta að vera best, það er erfitt að vera best og það er alltaf hætta á því að þá verði stöðnun, að það sé einhvern veginn þannig að fyrst að við erum á toppi í heiminum með kynjajafnrétti að þá þurfum við kannski ekki að gera mikið meira og fyrst að við erum svona aðeinslega klára og hér er svona ofsalega mikil samstæða það að hér sé hægt að fara í alls konar aðgerðir til að stuðla að kynjajafnrétti að þá þarf kannski ekkert að gera meira. Auðvitað er það ekki. Auðvitað vitum við að í Reykjavík eins og allstaðar annar staðar í heiminum ríkir mjög mikið kynbundið misrétti og birtingamyndirnar eru víða, þær eru allt samfélagið ennþá. Þess vegna verðum við að vera stöðugt á tánum og við verðum að vera tilbúin stöðugt að endurskoða og rýna þau verkefni og þá starfsemi sem er á vegum borgarinnar, bæði þau jafnréttisverkefni sem þegar eru í gangi en líka önnur verkefni, gömul og ný, alveg sama hvort að þau lúta framkvæmdum, skólastarfi, menningu eða einhverju öðru. Eitt af því sem að skiptir mjög miklu máli og hefur verið einhvern veginn svona grundvallarþáttur í því þegar að gera á gangskur í jafnréttismálum, það er að greina þær upplýsingar sem að liggja fyrir. Tölfræðigögn skipta gríðarlega miklu máli, það skiptir gríðarlega miklu máli að vita hvernig fjármagn nýtist og hvernig kynjahlutföllin eru bæði meðal þjónustuþega, meðal rekstraraðila, meðal viðskiptavina, meðal allra þeirra sem að koma að starfsemi borgarinnar. Þetta höfum við þetta reynt að gera í mjög miklu mæli, við höfum tekið upp þessa eins og ég sagði að kynjuðu starfs- og fjárhagsáætlunargerð en við þurfum og eins og ég talaði að ef við ætlum að vera gagnrýnin á eigin verk að þá held ég að þessi komin tími á að við skoðum aðeins hvernig þessi kynjaða starfs- og fjárhagsáætlunargerð og hvort að við getum farið aðeins dýpra heldur en bara svona þessi tölfræði vinna segir okkur. Eitt dæmi það sem við þurfum að skoða betur er dæmi
það að við þurfum að vera með fleiri þætti inni heldur en bara tölfræðina ályktunin sem dregin var út frá greiningu á sundlaugagestum þegar að það kom í ljós að það voru fleiri kallar heldur en konur sem að fóru í sundlaugar í Reykjavík. Þessar upplýsingar voru svo notaðar næst þegar farið var í viðhald á Laugardalslauginni og þegar loka þurfti öðrum klefanum og skipta hinum klefanum upp í kalla og konur og þá fengu kallar 10 sturtur og konur fengu 5 sturtur í samræmi við það hlutfall sem að komið hafði út úr mælingunni. Þá gleymdist að taka tillit til þess að konur eru að jafnaði með síðara hár heldur en kallar og nota meiri hárnæringu heldur en kallar. Þannig að, og það glemdist líka að taka tillit til þess að konur fara í ríkari mæli með börnin inn í klefa heldur en kallar. Þannig að í þessum 10 sturtum þar sem kallarnir voru var engin biðröð heldur yfirleitt alltaf lausar sturtur en þar sem að þessar 5 konur voru þó að konurnar væru færri þá voru það lengur í sturtu og þær voru þó fleirum heldur en bara sér. Þannig að þar mynduðust endalausar raðir af því að það var ekki tekið tillit til aðstæðna kynjanna til viðbótar við tölfræðina. Þetta skiptir mjög miklu máli og það skiptir mjög miklu máli að við rýnum í það hverjar aðstæður og hvernig við í rauninni hvernig kallar og konur búa við ólíkar aðstæður og þjónustan þarf að taka mið af því. Þess vegna held ég að það skiptir mjög miklu máli að við séum með sérfræði aðstoð og kannski þurfum við að auka hana þegar kemur að kynjaðri starfs- og fjárhagsáætlanagerð. Núna þegar við erum að leggja setja æ ríkari kröfur, gera æ ríkari kröfur til sviðana, til þeirra sem eru að fara af stað með ný verkefni og jafnvel að greina heilu fjárhagsáætlanirnar fyrir sviðin, að þá skiptir máli að það sé sérfræði aðstoð í boði fyrir starfsfólk borgarinnar því það ekkert sjálfgefið að fólk hafi þekkingu á kynjafræði ekki frekar en fjármálum eða félagsfræði eða öðru því sem við erum að fást við hverju sinni. Þetta eitthvað sem ég held að við eigum að skoða og mögulega bæta úr. Við þurfum líka að greina fleira heldur en það sem við erum að greina í dag og núna á síðasta borgarráðsfundi samþykktum við að greina betur hvernig styrkir borgarinn að nýtast, bæði hverjir að fá styrki og hverjum styrkirnir nýtast. Það skiptir gríðarlega miklu máli og það skiptir líka mjög miklu máli að við fylgjum þessu eftir og við fylgjum því eftir að ef að styrkirnir eru beinlínis kannski að sporna gegn kynjajafnrétti erum við þá tilbúin til þess að veita það. Hvernig ætlum við að bregðast við ef að styrkir eða þau verkefni sem við erum að fara í stuðla að kannski auknu misrétti en ekki auknu jafnrétti eins og okkur ber. Við þurfum líka að vinna og þróa betur þá gagnagrunna sem við eigum. Kynlegar tölur eru gefnar út á hverju ári og hafa verið gefnar út núna undanfarin 6 eða 7 ár, þar komin heilmikill gagnagrunnur af mikilvægum upplýsingum sem hægt að nýta og við ættum að nýta miklu betur og gera miklu aðgengilegri. Það ætti auðvitað að vera til heimasíða með kynlegum tölum þar sem að safnast inn upplýsingarnar það sem að tekið hefur verið fyrir á undanförnum árum. Þannig að hægt sé að ganga inn í þetta eins og hægt að ganga inn í alls konar mikilvæg gögn hjá til dæmis Hagstofunni eða inn í fjárhagsáætlun borgarinnar þar sem sett fram með mjög svona aðgengilegum hætti. Það skiptir máli að bæði borgarbúar og borgarfulltrúar og starfsfólk borgarinnar hafi þessar upplýsingar og geti svona reynt einhvern veginn að aðlaga sitt starf að þeim þörfum sem að koma fram þar. Við þurfum líka að haga innkaupum eins og við þurfum að haga styrkjum borgarinnar að þessum markmiðum okkar aukið kynjajafnrétti. Þá þurfum við líka að passa upp á að innkaup borgarinnar taki mið af bæði þörfum karla og kvenna og ólíkra minnihlutahópa en líka að viðskipti okkar við fyrirtæki eða innkaup okkar séu við ábyrga aðila og þetta stendur nú til að koma skýrar fram í nýrri mannréttindastefnu sem að drög eru komin að. En við þurfum líka að passa upp á að taka og eins kom fram á fundi með Reykjavíkurráði ungmenna að innkaupin sé ekki, að við miðum innkaupin út frá þörfum fjölbreyttra hópa. Það að við kaupum inn klósettpappír, sápu og handþurrkur fyrir almenningsklósett ekkert sjálfgefið. Það ekkert sjálfgefið að við miðum bara við einhverja lágmarksþarfir út frá mögulega körlum. Auðvitað eiga að vera bæði dömbindi og túrtapar inni á almenningsklósettum allavega í grunnskólum þar sem að eins og kom fram á fundinum með Reykjavíkurráðinu þar sem að eru ungar stelpur sem eru að byrja á blæðingum og vita ekkert hvenær þær byrja og eiga mögulega erfitt með að einhvern veginn áætla það og erfitt og fáránlegt að þurfa að vera með dömbindi og túrtapa í vasanum alla daga alltaf.
Ekki myndum við ganga með klósettpappír í vasanum alla daga alltaf, svo mikið víst. Þessi verkefni og þetta dæmi er gott dæmi það að Reykjavíkurborg, ekki frekar en aðrir opinberir aðilar, mun aldrei nokkuð tíman verða leiðandi á sviði jafnréttismála. Það er ekki hlutverk hins opinbera að vera leiðandi á sviði jafnréttismála. Það er alltaf grasrótin sem gengur á undan hinu opinbera, en Reykjavíkurborg og hið opinbera verður að vera móttækilegt fyrir grasrótinni. Við verðum að vera í góðu samstarfi við grasrótina, við verðum að hlusta á það sem að grasrótin segir vegna þess, og við verðum að styðja við grasrótina í þeim verkefnum sem að þar fara fram. Þannig getum við verið leiðandi sem stjórnvald og sem sveitarfélag, en við munum aldrei, það er alltaf grasrótin sem að reisir kröfuna, það er grasrótin sem að þekkir aðstæðurnar og bregst við því sem að gerist. Þannig hafa byltingar undanfarinna ára, alveg allt frá rauðsokkum aftur til brjóstabyltingarinnar, þær hafa risið úr grasrótinni og það er hins opinbera að bregðast við. Að því sögðu er gaman að segja frá því að umsóknarfrestur styrki mannréttindaráðs er að renna út og sömuleiðis tilnefningafrestur vegna mannréttindaverðlaunanna. Og ég veit ekki hvort hér inni eða áheyrendur mögulega einhvers staðar inn í internetinu hafa velt því fyrir sér að sækja styrki til mannréttindaráðs. Það er okkar að styðja við grasrótarverkefni og það er mjög mikilvægt að við höldum því áfram. Að öðru leyti vil ég bara þakka fyrir hér í dag og hlakka til góðrar umræðu jafnréttismál. Þetta er eitthvað sem við eigum að láta okkur varða alltaf, alla daga í öllum okkar störfum, hvar í flokki sem við stöndum og hvert sem hlutverk okkar er, hvort sem það er hlutverk okkar sem bara borgarbúar eða foreldrar eða þjónustuþegar eða borgarfulltrúar. En hér í borgarstjórn ber okkur rík skylda til þess að vinna að jafnréttismálum í öllum okkar störfum og já, okkur hefur lánast vel en við getum alltaf gert betur. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég tek bara undir gleði tóna sem að allir hafa haft hér, sem hafa tekið til máls það hvað er gaman að vera á öðrum stað, hvað er gaman að vera hér í borgum. Mér finnst reynda bara gaman að vera í Grafarvogi. Ég held að ég kom ekki nú oft hérna, mér finnst einhvern veginn svo bjart hérna og fallegt alls staðar að ég held ég þurfi bara að gera mér oftar leið í Grafarvogi. En við erum hér að ræða jafnrétti. Við ákváðum í rauninni óskapti því að við settum jafnrétti í sveitarfélögum á dagskrá eftir það við fórum á námskeið hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga jafnréttismál og Sambandi íslenskra sveitarfélaga gaf jafnframt út mjög góðan bækling jafnrétti í sveitarfélögum sem ég get mælt með að fólk lesi. Í honum eru margs konar upplýsingar og sem eru gagnlegar og fólk getur nýtt sér sem að kannski frekar þeir sem að hefja þessi störf, en mér finnst það samt gagnlegur bæklingur. Við erum auðvitað að tala jafnrétti og það jafnrétti og réttlæti auðvitað eitthvað sem nátengt. Það er óréttlátt að mismuna fólki og það sannarlega óréttlátt að mismuna fólki á grundvelli kyns. En það hins vegar það sem að viðgengst í öllum ríkjum heims. Fólki mismunað á grundvelli kyns. Það eru einhver samfélög, að mér skilst á Indlandi og í Kína, þar sem að konum gert hærra undir höfði heldur en körlum, en í öllum öðrum samfélögum heims þá eru karlar þeir sem að hafa yfirburði. Þegar kemur að völdum og peningum og slíku. Við erum öll alin upp í þessu kynjakerfi og við erum öll partur af þessu kynjakerfi og það alltaf stór hluti okkur sem fer í vörn þegar það byrja að tala þetta. Og mörgum finnst það hreinlega óþægilegt. Þetta svona svolítið, það verið að rugga bátnum og við erum auðvitað öll svolítið trygg í því kerfi sem við erum alin upp í. En við fæðumst auðvitað líffræðilegt kyn og við lærum
hitt hlutverkið. Við lærum hvernig við að hafa okkur út frá því hvort kynið við erum og það kannski það sem svo jákvætt við þetta, við getum alveg lært annað. Þetta ekki eitthvað sem fast í genunum okkar, við getum alveg lært að hafa okkur öðruvísi. En það vissulega erfitt, þeir sem hafa farið á móti straumnum og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir nefndi hér grasrútina. Það oft erfitt að starfa þar, það ekki alltaf til vinsældafallið að reyna að breyta normunum, en það mikilvægt. Þess vegna líka mikilvægt að hafa áhrif á eins og fjölmiðla og menningu og alls þar sem þessar stöðluðu hugmyndir hvað það að vera kvenkyns og hvað það að vera karlkyns, þeim svona haldið á lofti. En ég held að langflestum finnist engu að síður jafnrétti vera sjálfsagður hlutur og langflestum finnst að kyn ætti ekki að skipta máli. Það á að vera bara hæfileikar fólks og framlag og sem á að ráða því hvaða tækifæri fólk fær. En það ekki þannig og þangað til að það verður þannig að strákar og stelpur og konur og karlar fá sömu tækifæri, sömu laun, sömu virðingu, áheyrn og svo framvegis, þá verður við sem erum í stjórnmálum og allir sem eru í stjórnendastöðum að beita okkur sérstaklega fyrir því að leiðrétta þetta. Þannig að stelpur og strákar og konur og karlar fá sömu tækifæri og sömu laun en ekki endilega þú svo sem að þeir velja að nýta sér sömu tækifæri allir, eins og Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi kom inn á. Ég ekki að segja það. En það bara að við getum öll valið og við veljum út frá því hvað áhugamál okkar en ekki hvaða kyn við fæddumst. Já, mér langaði að taka nokkur dæmi svona hugsunarvillir, eitthvað sem við höfum lært bara í samfélaginu okkar. Við til dæmis teljum við almennt kalla betur fallna til þess að gegna stjórnendastörfum. Við treystum köllum einhvern veginn ósjálfrátt betur. Það eitthvað sem við höfum bara lært og við erum jafnvel ómeðvituð þetta. En rannsóknir hafa til dæmis sýnt að fólk treystir betur fólki sem með djúpa rödd heldur þeim sem með háa rödd. Svo vill bara þannig til að kallar eru með dýpri raddir en konur. En mér skilst til dæmis að Margaret Thatcher hafi farið í talkennslu til þess að læra að lækka röddina sína þegar hún var að ná, af því hún bara sá þessar rannsóknir og nýtti sér það. Nú ekki að segja allar konur að gera þetta, en mér finnst gott að vera meðvituð þetta sjálf, af því ég hef alveg staðið mig sjálf að því að hlusta á einhverja konu tala og einhvern veginn fara að pæla í röddinni. Þannig að ég ekkert betri en aðra, ég líka partur af kynjahverfinu. Við berum meira traust til þeirra sem eru hávaxnir heldur en lágvaxnir. Það líka rannsakað, og svo vill bara þannig til að kallar eru hávaxnari en konur. Þegar verið auglýst eftir einhverjum til að passa börn, þá yfirleitt auglýst eftir stelpum. Ég vil tala barnapíur, af því við treystum stelpum betur til þess að passa börn. En það samt engin ástæða fyrir því. Og strákar geta alveg eins passa börn eins og stelpur. Og svo lengi mætti halda, það svo áfram halda, það svo margt svona sem að við einhvern veginn gerum sjálf og tökum þátt í og með því erum við að viðhalda kynjakerfinu. Þetta með strákar eru verða strákar, boys will be boys og þetta strákar séu svo baldnir og erfitt að hemja sig og allt þetta eitt af því hættulegasta sem að kynjakerfið hefur samþykkt og eitthvað sem við verðum að virkilega berjast gegn. Af því að með þessu þá erum við að ýta undir það að þeir séu þannig og svo erum við rosa hissa á því seinna meir þegar þeir fara að slást og beita ofbeldi að þeir skuli ekki hafa hætt þessu. Og þarna getum við sem sveitafélag sannarlega komið inn. Og eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á áðan, þá hefur Reykjavík verið svona í fararbroddi meðal sveitafélaga á Íslandi hvað varðar jafnréttismál og rutt brautina. Og mér finnst mikilvægt að nefna þar til dæmis hvernig fjármálaskrifstofan hefur auðvitað með stuðningi borgarstjórnar innleitt kynjaða fjárhagsáætlun og mér finnst það til fyrirmyndar og mér finnst þessi aðferðir auðvitað ekki að fulli innleitt, þetta ennþá í innleiðingu og það má vel verið að eitthvað megi betur fara en mér finnst þetta mjög gagnlegar upplýsingar sem eru þarna að koma
og ég held að þegar þetta er full innleitt og geti þetta reynst okkur mjög dýrmætt. Það mjög dýrmætt og eiginlega nauðsynlegt að vera með kyngreind gögn og að meta þegar maður að taka ákvarðanir hvaða áhrif það hefur á jafnrétti, hvaða áhrif það hefur á kynin. Og því við getum haft mikil áhrif og við getum stuðlað auknu kynjajafnrétti ef við vöndum okkur. Og auðvitað eru kynjatölurnar sem mannréttindaskrifstofan líka mjög gagnlegar og ég tek undir það með borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur að kannski mætti taka þetta aðeins betur saman, þannig að þetta væri aðgengilegra. En það þó eitthvað sem við getum haldið áfram með. Ég svolítið hrifin af því þegar verið að segja sögur og ég kannski velti fyrir mig hvort við getum gert meira af því að taka saman sögur að hverju við höfum komist með þessum greiningum, hvernig við höfum brugðist við og hvort það varð árangur. Maður getur líka lært að því þegar maður gerir eitthvað að það ekki árangur. Á námskeiðinu sem ég búin að nefna hérna áður, sem að Samband íslenskra sveitarfélaga hélt og fékk til þess að halda 2 sænska sérfræðinga, þá voru svona margar sögur hvað sveitarfélög í Svíþjóð hafa gert og hvernig þeim hefur tekist til. Og mér finnst það sýnir manni að það margt hægt að gera. Það lögðu náttúrulega sérstaklega áherslu á það að við myndum ráðast gegn þessum stereótypum, þannig að ungt fólk sérstaklega myndi ekki alast upp í því að það yrði að vera á einhvern annan hátt en það kannski langar. Og en á þessum sögum, þá get ég sagt ykkur til dæmis, þær sögðu auðvitað frá snjómokstrinum í Karlskóga, þar sem þið fóru og greindu hverjir snjómokstur út frá kynjaglerugum og komist að því að það var í rauninni verið að forgangsraða snjómokstri þannig að það var eins og það væri forgangsraða fyrir karla. Það var byrjað á stoppbrautum og götum og síðan var farið í gangstéttir og leikskóla og strætóstoppistöðar. En svo þegar ég skoðuði þá voru kallarnir frekar á bílum og konurnar gangandi eða í strætó og börnin þar gangandi almennt því þau hafa ju ekki bílpróf. Þannig að með því að breyta þessu án þess endilega að eyða meiri pening þá skapaði það bara meiri ánægju í Karlskóga og varð jafnara fyrir kynin. Í Kalmar þá sagði þau þá kyngreindu notkun á strætó, stelpur voru ekki að nota strætó á kvöldin. En það voru strákar að gera og þegar þau spurðu stelpur og konur að því af hverju það notuðu ekki strætó á kvöldin þá var það vegna þess að þær voru hræddar og viðbrögðin við því voru að taka upp valfrjálsar stoppistöðar þannig að stelpur og konur gátu beðið að það væri stoppa á milli stoppistöða og þær fóru út að framan og engin annar fór út á vagninum og með því jókst notkun stelpna á strætó á kvöldin og þar með kannski minna skull fyrir foreldra eða þá að þær fóru meira út, það fylgdi ekki sögunni, hvort var. En í Gnesta voru þau velta fyrir sér okkur strákarnir fengi færri lægri einkunnir í skóla heldur en stelpur og ég held að það sé eitthvað sem mjög margir að velta fyrir sér og þeir komast að því að strákarnir fengu meira pláss í skólastofunum, þeir töluðu meira, þá fór meira fyrir þeim, en stelpurnar voru meira kvíðnar. Óttuðust að vera út eftir myrkur en kennararnir hins vegar sýndu þeim gerðu meiri kröfu til þeirra. Þeir sýndu strákunum meiri athygli en gerðu meiri kröfu eða væntingar til stelpnanna. Og þau fóru í tilraunaverkefni það að fræða alla kennara staðalmyndir og hversu skaðlegar þær eru, banna öll slagsmál, bara hafa tekið á öllum slagsmálum stráka og allt þetta boys will be boys var bara bannað og sagt við erum hér bara öll jöfn. Og á aðeins 3 árum þá náðu þau mikilli breytingu. Þau náðu þeirri breytingu að strákarnir voru komin með jafn háar einkunnir og stelpurnar. Og stelpurnar fengu meira pláss í skólastofunni þar sem að strákunum var bannað að taka allt plássið, eða hvernig maður á að segja, ég veit ekki. En það allavega þetta jafnaðist út og mér finnst þetta stórmerkilegt. Ég var til að kynna mér þetta frekar. Og sama var hún með frá Pídeó, þar kom það sama, kennararnir gerðu meiri kröfu á stelpurnar heldur en strákana. Þeir ætluðust til þess að stelpurnar skiluðu betri skriflegum verkefnum og þegar þau voru meðvituð það og fóru að gera sömu kröfur á strákana að þá löguðust verkefni þeirra mjög fljótt.
Í Dalarna var svona mikið félagsþjónustuna. Þar var mikill halli á milli kynjanna sem kom í ljós þegar félagsþjónustan var greind. Almennt voru strákar greindir með einhvers konar hegðunarvandamál, stelpurnar voru meira með svona einhver tilfinningaleg vandamál og atvinnulaus karl var svona einhvern veginn settur í meiri forgang heldur atvinnulaus kona. Atvinnulaus karl var einhvern veginn, það var eins og það veri meira vandamál að vera atvinnulaus sem að vera karlmaður heldur en að vera kona og svona djúpar greiningar og alls konar sem þau fóru í síðan fræðsla fyrir félagsþjónustuna til þess að reyna að gera þetta jafnara. Og við höfum þetta gert ýmsar greiningar hérna í Reykjavík og ég sem fulltrúi í velferðarráði hef kynnst þeim sem hafa verið gerðar þar og þær hafa bæði leitt til þess að það hefur þurft að fara í einhverja aðgerðir og líka sýnt fram á að það er ekki mismunur á milli kynjanna. Við fengum greiningu á fjárhagsástæðu til framfærslu eða framfærslu styrks og þar var ekki teljandi munur en það var hins vegar ákveðið að skoða áfram þjónustu við 30 til 66 ára karla sem fengu heldur hærri greiðslur heldur konur á þeim aldri og hins vegar konur 18 til 29 ára og hvernig var hægt að hjálpa þeim út úr þeim aðstæðum sem þær voru komnar í, til dæmis hvað var að hamla því að svona ungar einstæðar mæður kæmist aftur inn á vinnumarkaðinn. Og við skoðum líka beitingu á 3. grein reglnanna fjárhagsaðstoð. Það kom ljós að strákar voru þar það var aðeins oftar skert fjárhagsaðstoð hjá karlkyns notendum heldur en kvenkyns og þetta er mikilvægt að hafa í huga og alltaf mikilvægt að meta. Svo eru heimildagreiðslurnar, við létum líka kyngreina þær og þar kom ekki neitt munur í ljós. Það virðist sem að þessar aukagreiðslur sem hægt er að sækja ef maður er að fá fjárhagsaðstoð eða ef maður þarf aðstoð með einhver afmörkuð verkefni, það virtist ekki vera kynjamunur þar á. Hlutfall karla var mun meira í sjálfbæru félagsstarfi heldur en félagsstarfi sem var skipulagt og stýrt af starfsmönnum borgarinnar og því var því breytt. Þið sjáum nú hér gott merki sjálfbært félagsstarf þar sem að félag eldri borgara í Grafarvogi stýra hér nánast öllu og ég held að myndi enginn vilja hafa það öðruvísi. En það var gríðalegur kynjamunur á því hvað fólk nýtti sér félagsstarf. Það var alveg niður í 14% þeirra sem nýttu sér félagsstarf í félagsmiðstöðvum eldri borgara í Reykjavík karlar og mér finnst það er kannski eitthvað líka í kúltúrnum að það sé ekki smart eða eitthvað, ég veit það ekki. En allavega þá hefur kynjahlutfallið eitthvað jafnast núna og ég held að veri bara rétt að óska eftir að skoða það. Því það er náttúrulega mikilvægt að á félagsmiðstöðvunum sé eitthvað í boði sem höfða til beggja kynja. Við höfum brugðist við kyngreindum upplýsingum ofbeldi og eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á, við stofnum ofbeldisvarnarnefnd samhljóða á fundi borgarstjórnar, eða kvennafundi borgarstjórnar í fyrra. Hún hefur starfað núna í nokkra mánuði og ég í nánu samstarfi við landlækni og lýðheilsustöð og lögreglu, kvennaathvarf og stígamót og við erum sameiginlega að gera áætlun það hvernig við getum komið í veg fyrir ofbeldi í Reykjavík. Og ég bara bind miklar vonir við að við náum svona samstilltari vinnu allavega og vonandi meiri árangri. Þátttaka Reykjavíkur í saman gegn ofbeldi, þar er nú árangur heldur betur að koma í ljós og þannig ég held að þarna erum við að stíga mjög mikilvæg skref. Á skóla- og frístundasviði er jafnréttisskólinn. Við höfum haft samstarf aðeins við starfsmanni þar og ég gerir ráð fyrir að skóla- og frístundaráð fylgi þar fræðslunni eftir og að marka dæmin sem ég tók áðan frá Svíþjóð þá ætti það geta verið mjög mikilvægur þáttur í að bara til dæmis hækka einkunnir stráka að þeir fái bara sterka fræðslu kynjahlutverkin og þessar staðalmyndir. Svo þau geti bara blómstrað eins að þau eru og við erum jú markvisst að vinna gegn launamun kynjana en mér langar svolítið að vita eins meir það hvernig við erum að nota þessar kyngreindu upplýsingar sem við erum að fá. Við erum að fá alls konar og maður getur fundið á netinu upplýsingar eins og til dæmis að kallar fari frekar í sund heldur en konur, getur fundið upplýsingar að konur nýta sér frekar bókasöfnin
og strákar eru í meira hluta þeirra sem að æfa íþróttir. Þú veist, það eru margar svona tölur sem að við erum með. Ég er svona að velta fyrir mig hvernig erum við að nýta þetta og hugsanlega gæti verið gaman að taka saman einhverja svona frekari sögur, taka þetta saman einhverjar upplýsingar á heimasíðun okkar, kannski einhverjar sérstakar síðu þar sem að kyngreindu upplýsingarnar gætu verið. Og ég held líka að þetta gæti aukið skilning fólks á hversu mikilvæg þessi kynjaða starfs- og fjárhagsáætlun er og hversu mikilvæg jafnréttisstarf af því að allir vilja jú að við nýtum fjármuni borgarinnar jafnt og flestir vilja jú allir vilja, held ég, að samfélagi sé réttlátt og ég held að gæti verið gaman ef við getum safnað saman einhverjum svona verkefnum og sýnt fram á að við erum að vinna í þessa átt. En já, svona að lokum þá bara ég held að við höfum að halda áfram á þessari braut, við höfum að vera gagnrýnin og reyna að finna góðar leiðir. Það er mikilvægt að gera eitthvað, það er bæði slæmt að gera ekki neitt en það er líka vant að gera eitthvað sem að gera stöðuna verri, þannig að við þurfum að varast það. Sænsku sérfræðingarnir sögðu okkur að hætta að tala jafnrétti fyrir alla, heldur tala jafnrétti fyrir stráka og stelpur, konur og karla. Þrátt fyrir að það væru til fleiri kyn, þá sé mikilvægt að nefna hvað það er sem við ætlum að jafna. Við höfum að nefna stráka, stelpur, konur og karla alltaf þegar við erum að tala jafnrétti. Við búum svo vel að hérna í borgarstjórn þá hefur ríkt pólitísk samstaða það að það sé mikilvægt að jafna hlut kynjanna og mér finnst það mikilvægt og við berum auðvitað mikla ábyrgð við skipuleggjum nærþjónustu og við höfum líka mjög mikil tækifæri til þess að gera góða hluti og ég bara hvet okkur öll til þess að nýta þessi tækifæri. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir loki máli sínu og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson er næstur á mælendaskrá. Frú forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir gestir, að fara að fækka í salnum frá því við byrjuðum. Tek undir með öðrum fundamönnum sem hér hafa talað ágæti þess að vera hér í borgum í tengslu við hverfisviku borgarstjóra sem teygir nú reyndar inn í þessa viku líka, 2 vikur hér í hverfinu, hafum við mörg hver átt hér fund í þessu húsi og hér í hverfinu og kynnst því öfluga starfi sem hér fer fram, hittum bæði á íbúa og nemendur í skólanum og svo framvegis. Það er ekkert mjög langt síðan að velferðarráð fundaði hér, það hefði ekki verið í febrúar og í senustu viku fundaði mannréttindaráð hér í þessum sal og fengum til okkur meðal gesti úr hverfinu, fengum umræðu og kynningu lýðræðis og vinnu og jafnréttisverkefni í frístundastarfi og félagsmiðstöðum hér í hverfinu. Fengum til okkar 2 deildarstjóra sem fóru yfir þessi mál með okkur. Man ekki hversu margar félagsmiðstöðarnar eru, alltaf ekki 8 eins og skólarnir. Þetta er stórt hverfi, 18 manns sem hér búa. 12 leikskólar og já, en hér og margt jákvætt í gangi eins og á frístundamiðstöðunum einmitt á sviði jafnréttismála. En hér erum við að ræða jafnréttismál sem sjá sveitarfélögum og hér er svo sem búið að fara yfir fjölmörgt af því sem borgin stendur fyrir, ofbeldisvarnaráðið, saman gegn ofbeldi verkefnið, skólinn starfar ekki jafnréttisskóla sem er hér á 3. eða 4. ári sem er svona stuðningur við kennarana og starfsfólk leik- og grunnskóla. Ýmis önnur verkefni og samstarf, við erum með samstarfi upp í háskóla, tengjum okkur við háskólasamfélagi með samningum við MARK og RIK. MARK er miðstöð margbreytileika og kynjarannsókna og RIK er rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum. Á grunni þessa þessara samstarfssamninga sem eru ekki háir í krónutölum, njótum við samstarfs við þessa aðila, erum beinu sambandi, þau vinna ákveðna vinnu fyrir okkur, við óskum eftir, meðal annars samantekta og saman gegn ofbeldi verkefninu, mjög ítarleg og góð vinna sem þar var unnin á grunni samstarfssamnings okkar við RIK.
Sömuleiðis vann Mark greiningu á Save Cities verkefninu sem svona grunni UN Women verkefni sem snýra ofbeldi gegn konum og hvort að var svona greining á því hvort að ákveðni staðir í Reykjavík og helst í miðborginni hvort þar væri konur og stúlkur eru frekar fyrir ofbeldi og þá hvort og svo eru lagðar til að ákveðnar aðgerðir í þeim efnum oft mjög svona ekki mikið sem það að gera einfaldar aðgerðir jafnvel en ég biðjum orðið í tengslu við kynbundinn launamun borgin hefur verið hægt og róla að vinna gegn honum ná launamununum niður fyrir einhvern 10 árum síðan mældist kynbundinn launamunur hjá Reykjavíkurborg, starfsfólki Reykjavíkurborgar 13–14%. Hann komin niður í 3–4% núna með svona markvissum aðgerðum meðal annars sem voru samþykktar á seinasta kjörtímabili haustið 2013 metnaðarfull áætlun sem þar var sett af stað mannréttindaráð samþykkti núna bara á fundi hér mitt í borgum í seinustu viku kalla eftir tölum frá fyrirtækjum borgarinnar það sem var spurt kynbundinn launamun upplýsinga óskað frá Faxaflóahöfnum, Strætó, Sorpu, Orkuveitu Reykjavíkur og félagsbústöðum meðal annars kynbundinn launamun, þróun hans í þessum fyrirtækjum og þær aðgerðir sem gripið hefur verið til. Því tengt þá fór fram ársfundur Orkuveitunar í gær í Iðnó, vel sóttur fundur þar sem hvað mikill forstjóri fyrirtækisins Bjarni Bjarnason var spurður út í það af því að Orkuveitunni hefur tekist vel í jafnréttismálum, fjölgað konum sem eru þar stjórnendur og kynbundinn launamenn hefur dregist verulega saman hjá fyrirtækinu og orðin sáralítill og það verður gaman að fá þessar tölur inn á borð mannréttindaráðs. Hann var spurður út í hvað hver trikki væri að ná árangri á skjótum tíma og hann sagði að það væri bara karlarnir eins og hann sem ráða þessu og það væri eina sem væri að gera væri bara að drífa í þessu að það væri karlar á 60 eða 70 aldri sem stýrðu megnuna íslenskum fyrirtækjum og þetta væri bara undir þeim komið. Orkuveitan hefur fengið hvatningaverðlaun fyrir að standa sig vel í jafnréttismálum og það ákaflega jákvætt. Þessu tengt þá eru við í mannréttindaráði einnig eru nýbúin að setja af stað stýrihóp sem ætlað að veita þessari vinnu hjá borginni ákveðið aðhald það sem unnið að draga úr þessum mun kalla eftir upplýsingum frá viðeigandi aðilum innan borgarkerfisins og tryggja að framkvæmd verði árleg úttekt á kynbundinn launamun sem hefur ekki verið gert og það áætlanir og samþykktir sem þegar hafa verið gerðar komið til framkvæmda. Stórt og ákaflega mikilvægt verkefni og við sjáum það að það oft bakslag þegar við sjáum þessar tölur reglulega verið að mæla þessa hluti í samfélaginu og hjá ríki og einkaaðilum og meðal sjá okkur í borginni og enda verkefni þar fyrir okkur að vinna úr. Það var nú raunveru bara þetta sem ég langaði að koma inn og segja frá þeim upplýsa borgarstjórn og þá sem fylgjast með fundi okkar það sem við erum að gera í mannréttindaráði sem snýra að kynbundnum launamun. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að fá að koma hingað eins upp í þessa umræðu. Ég tek undir margt ágætt sem kollega mínir eru búin að fjalla hér
Ég held að það sé rétt að það sé þverpólitísk samstaða að sjálfsögðu eigi að vera útgangspunktur að allir borgarbúar séu þar jafnir gagnvart þeirri þjónustu sem í boði og svo framvegis. Kannski geta lengi þessu umræðu mikið. Það er svona kannski helst svona kannski blæbrigðamunur í áherslunum. Ég held að við tökum undir að kynbundin launamunur að sjálfsögðu eitthvað sem er fullkomlega ólíðandi og við erum alltaf að reyna að vinna því að komast í boss í hvernig í ósköpunum hann getur enn átt sér stað þó hann hafi lækkað þessi prósent eins og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson fór yfir. Svo er það svona almennt varðandi svo verkefni eins og Safe Cities og svona það dæmisögu svo borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir kom með varðandi strætóana sem að stoppa á milli strætóstöðva fyrir konurnar sem er eitthvað sem hljómar mjög skemmtilega og sniðurlega á Ítalningum ef það virðist virka. En það er einhvern veginn alltaf þessi hugmyndum nálgun að sko eins og þeir sem gestir á glugganum sem vilja vera með. Það er alltaf þessi spurningum nálgun svo þeir sem vita sem hafa unnið til dæmis mikið. Yes. Það var það mótekið. Það er þetta eins og við sem höfum unnum gegn kynferðisofbeldi vitum að það er svona þetta, það er alltaf pínu erfitt sko að hvort á kynferðisofbeldið að vera orðið norm sem allir aðrir þurfa að taka tillit til eða á fókusinn fyrst og fremst að beinast að því að þá bara ekkert að líða neitt kynferðisofbeldi í staðinn fyrir að til dæmis heil borg fara að taka mið af því að haga allir í sinni þjónustu út af því kynferðisofbeldi. En þessi umræðu þekkjum við öll vel og er bara sjálfsagt að halda á lofti almennt. Hins vegar ætlaði ég að fá að ræða svo ég sé kannski ekki að endurtaka mörg þau ágætu atriði sem að kollega mínir fóru hér yfir áðan. Langar mig að tala annað atriði því að mér finnst það skipta máli og þá einstaklega vel við núna. Og við sem borgarstjórn erum auðvitað svona viss fyrirmynd og við auðvitað gefum tónin varðandi það hvernig restin af borgarkerfinu fungerar. Og mér langar því að gera hér aðeins að umtalsefni að þar sem nýlega tók ég sæti borgarfulltrúa sem eflaust allir góðir menn og góðar konur hljóta fagna gríðarlega mikið. Það sem var ekki síðra fagnaðarefni er að við þá tilhuguna þá fjölgaði konum í borgarstjórn Reykjavíkur þannig að þær eru semst núna í meirihluta. Þetta var gerð frétt í Mókanum að í fyrsta skipti, varandi þessi að ég tók þetta sæti, að þá var núna í fyrsta skipti í borgarstjórn konur í meirihluta. Mér þótti það helst til undarlegt því að mig rámaði að nákvæmlega sama frétt hafi verið flutt þegar ég tók sæti Gísla Martins Baldurssonar og það varandi borgarfulltrúa að þá voru aftur konur í fyrsta skipti í meirihluta og hvorugti meira segja rétt því að fyrsta skipti sem konur voru í meirihluta var þegar R-listinn vann. Og ástæða fyrir ég að rifja þetta upp núna er ekki bara af einhverju fullkomni sjálflægni hér, heldur því að það er nefnilega þannig að við vinnum, finnst mér, of gagnrýnislaust eftir þeim reglum sem að kveða á jafna kynjaskiptingu í ráðum og nefndum borgarinnar. Og við vitum öll af hverju þessar reglur voru settar upphaflega. Það áttu að vera til stuðningskonum. Það áttu að tryggja það að þær fengu jafna aðkomu í flottu ráðin og svoleiðis. Og hvað sem okkur finnst þá aðgerð á sínum tíma að þá er staðan núna sú að þetta er fara að vinna gegn konum. Og hvað finnst okkur það? Ætlum við bara að halda áfram með reglukerfi sem er fara að vinna gegn sér, fara að vinna gegn tilgangi sínum og við erum einhvern veginn svo stolt eða þrjósk eða hvað er það að við ræðum ekki einu sinni hvort að kannski sé þá komið nóg? Kannski hefur þetta sýnt einhvers konar tilgangi, kannski annars staðar í stjórnkerfi landsins eða öðrum sveitarfélögum á þetta ennþá við. Ég skal ekkert það segja, en það breytir því ekki, það á ekki lengur við hérna í Reykjavík. Og ég veit að það eru einhverjir sem segja að það sé bara alltaf betra ef kynin séu einhvern veginn jöfn í öllum sínum aðkomum. Það er eins og það er svona pínu eftir á rök í umræðinu þegar konum fara að fjölga svo mikið
að það var þetta ekki lengur bara svona til stuðningskonum heldur almennt bara að það væri gott fyrir allar ákvarðanir að kynin væri þar, já, til jafns í öllum ákvarðanum. Ég ekkert sammála þessu. Hvaðan kemur þessi ákvarðan? Út af því öll kyn eru þá hvað eins? Allar konur eins og allar kallar eins og finnst það sama? Nei, bara alls ekki. Þannig að eftir stendur, og ég veit að kannski kemur einhverjum á óvart, en til dæmis í Samfylkingunni í 5 efstu sætunum 4 kallar og 1 kona. Í Sjálfstæðisflokknum í 5 efstu sætunum 3 konur og 2 kallar. Út af því að svona þess funkar bara pólitíkin stundum. Það ekkert að ákveða fyrirfram hvaða flokkur að fara að hygla konum og hver ekki. Og það sem að gerist þá núna að til dæmis í öllum þessum ráðanefndar dansi, hvað það sem gerist? Konurnar fá minna. Út af það minna pláss fyrir þær. Og við vitum þetta öll. Við höfum öll verið í þeirri stöðu að við erum endalaust í þessari hringekju að velja í ráðanefndir, aðalega að telja kyn og það í algjöru aukasæti. Hvort einhver hafi yfir höfuð, menntun, reynslu, áhuga á því sem að vera að vinna við. Það er í baksætinu. Það er fyrst kynið og svo hitt. Og höldum við virkilega að það sé betra fyrir stjórn borgarinnar? Að það séu bara ítrekað þannig að einstaklingar fá ekki sæti í því ráður sem ég vilja helst vera. Ég hafi kannski mest erindi, ég hafi mest vita á og þeir eru ekki á réttu kyni. Og ég tala nú ekki núna þegar konur eru meirihluta. Þannig að það er að halla á konur sem er þvert á tilgangi með þessum reglum. Þannig að, mér langaði í rauninni bara að nota þetta ágæta tækifæri. Það sem var að ræða jafnrétti og ég tala nú ekki á þessum tímamótum sem við megum alveg vera stolt af. En við skulum ekki vera að gera lítið úr því. Við skulum ekki vera að gera lítið úr því með því að núna þá loksins þegar konurnar eru að taka eins meira pláss og þá fá þær minna að gera. Það stemmer inte. Ég er ekki með neina formulega tillögu hér eða neitt slíkt en ég vil gjarnan bara nota tækifæri og bara biðla bara mjög auðmjúkt að við ræðum þetta. Hljótum að geta það. Þetta er mjög flott. Borgarstjórn Reykjavíkur myndi segja, já, þetta hafði alveg tilgang. Þetta kannski skilaði sínu. Getum bara skilið það. Þá rökraði eftir, það er svo sem aukaðri. Núna er þetta orðið bara barnsins tíma og bara að borgarstjórn myndi biðla til reglugerðarmanna þess efnis að nú sé komið gott. Ég held að það væri mjög gott fyrir jafnrétti og þá ekki síst fyrir konur í Reykjavík. Takk. Þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu, þá er einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég held að það sé alveg rétt hjá Hildi Sverrisdóttir borgarfulltrúa, það þarf að ræða þetta. Nú er það þannig að ég hef nokkuð ítrekað komið upp á þessum vettvangi og sagt þá skoðun mína að það er engin sérstök ástæða eða þörf á því að verja stöðu karla í pólitík. Það er bara svoleiðis. Það er engin sérstök þörf á því að verja stöðu karla í pólitík. En ég held að sé ennþá þörf á því að hafa reglur það að konur þurfa að vera allavega eitthvað ákveðið hlutfall ráða og nefnda. Og það til dæmis þannig að það var verið að ræða hér það að meirihluti borgarstjórnar sé nú skipaður konum. En sú staða varði nú ekki nema í einhverja 10 daga. Því nú er ein ágætis kona úr borgarstjórnarhópnum að fara í fæðingarorlof og í hennar stað kemur kall, fínasti kall. Toppkall, en kall. Þá breytast hlutföllin aftur. Og það er nú eins skrítið að þá er nú trendið einhvern veginn alltaf meiri í þá átt. Að í stað konu kemur kall.
einhvern veginn virðist vera, það einhver svona þyngdarlögmál sem að virðist toga hlutinni í þá átt. Þannig að ég held að bara af sama meiði og Hildur Sverrisdóttir var að tala þá held ég að við aðeins að endurskoða þessar reglur og hafa það í huga að það engin sérstök þörf á því að verja stöðu karla í pólitík. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu við að veita ansvar fyrir gjöf, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, takk fyrir þetta. Bara svo að sé á hreinu þá tek ég bara undir þessa umræðu og ég held að það hafi nú kannski mátt vera ljóst að ég var ekkert sérstaklega að hafa áhyggjur af stöðu karla í þessu samhengi í minni ræðu. Heldur einmitt að velta upp þeirri stöðu sem að konur, þeirri stöðu sem að konur lenda í út af þessum reglum sem eru settar þeim til stuðnings en einmitt nú mögulega út af alls konar þyngdarkröftum og lögmálum þar sem að kallar græða oft meira heldur en konur og ég held ég geti tekið undir að þá er það með reglurnar sem eru ekki háð neinum lögmálum með þrýstipunktum heldur eru bara mjög hreinur að beina reglur og eru í þessu tilfelli að í rauninni að vinna gegn konunum sem hafa þó ég meiri segi gegnum enga kynjakvóta eða fléttulista eða neitt náðu að brjóta sig áfram til aukina valda sem nú ekki mjög kvenlegt og meiri segja orðaða þannig ekki mjög kvenlegt og ég fær örugglega einhverja gagnrýni fyrir einhvern tíma síðar en ég tek því þá bara. Ég vildi síðan bara ítreka að ég ger ekki lítur úr þeirri stöðu að staðan í borgarstjórn er auðvitað fljótt að breytast og svo veit maður ekkert hvað getur gerst í kjölfar því, kannski eftir aðra 10 daga breytist það aftur á hinn veginn og svo framvegis. En það breytir því ekki til dæmis að það er staða innan vissra flokka eins og núna í Samfylkingunni í fyrstu 5 4 kallar og ein kona. Í Sjálfstæðisflokknum eru fyrstu 5 3 konur og 2 kallar. Þannig að til dæmis innan Sjálfstæðisflokksins eru þær konur sem eru þær þurfa að skipta meira á milli sín heldur en karlarnir. Það er staðreynd. Þannig að bussi frá borgarstjórn í heilda þá er það oft innan þá flokkana sjálfra þar sem að það hallar þarna á og þá getur það verið svo að þá hallar á hitt kynið. Þannig að ég vildi bara ítreka að það var einhver misskilningur. Takk. Það er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að svara andsvari, þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég held að við séum í raun og veru alveg sammála þetta. Þetta svona einhver útfærsla, það þarf að endurskoða þetta fyrirkomulag einhvern veginn og það er kannski bara einhvern veginn óþarfa viðkvæmni að þetta þurfa að vera alveg jafnt, þú veist, bara setjum þetta bara niður, hvað er markmiðið og hvernig verður því náð með sem bestum hætti. Og svo gæti nú notað borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir að þú varst þarna hrædd vald, að tala aukin völd, gæti náttúrulega bara sagt aukin áhrif. Það var svona mjúkt og gott. Og borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita ansvar öðru sinni. Þá er ansvörum lokið og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að vera mjög stutt orð. Ég tek alveg undir það sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal sagði að við þurfum ekkert að passa upp á kallana í pólitíkinni, ég held að það sé nokkuð ljóst. En ég fór líka að hugsa þegar að borgarfulltrúarnir Björn Blöndal og Hildur Sverrisdóttir voru að ræða þetta saman að sko það eru í rauninni 2 borgarstjórnarflokkarnir sem eru svona undir venjulegum kringumstæðum þegar ekki eru leyfi sem eru eingöngu skipaðir konum. Það er að segja Framsóknarflugvallavinir og síðan Vinstri grænir. Það er að segja það sem að borgarfulltrúar og Vinstri græn, það sem að borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar eru eingöngu konur. Og það er búið þá að kjósa þessa fulltrúa í borgarstjórn og það er auðvitað, gengur oft ekkert upp að kjörnir fulltrúar geti ekki tekið sæti í ráðum og nefndu borgarinnar vegna kyns af því að það er komið og mikið af öðru kyninu og þetta hefur stundum valdið smá vandræðum og getur eflaust gert það enn frekar þegar núna er búið að aukast hlutur kvenna þegar það þarf að fara að skipta eins og til dæmis hjá þessum 2 flokkum sem eingöngu eru kjörnir fulltrúar konur nema þegar einhverjir eru í leyfi.
Þannig að þá gætur það í rauninni gerst að við borgarfulltrúarnir og varaborgarfulltrúum getum ekki tekið sæti í nefndum og ráðum af því það eru orðnar og margar konur þar. Þannig að þetta eitthvað sem við verðum að skoða. Það auðvitað ekki eðlilegt að varaborgarfulltrúar og borgarfulltrúar geti ekki tekið sæti. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla að taka undir með öðrum sem hér hafa stigið upp og lýsa yfir ánægju minni með það fyrirkomulag að halda stundum fundi utan miðsvæðis og ráðhúsins okkar. Þetta er fallegt húsnæði borgir og skemmtileg starfsemi greinilega sem að hér fyrir fram og ánægjulegt að kynnast henni aðeins og ekki síst að fá ókeypis kaffi, það munar það. Ég ætla aðeins að koma inn í umræðuna kynjahlutföllin. Mér finnst hún áhugaverð og mikilvæg. Af því að þarna er farið að, eitt atriði er að þarna er farið að takast á hvernig flokkarnir sjálfur velja á lista og eru ekki skikkaðir til þess endilega að huga hlutföllum og haga því með ýmsum hætti. Og það skilar sér í alls konar hlutföllum innan listana og síðan í borgarstjórn sjálfri og það er farið að stangast á við skyldu það að halda hlutföllum í öllum nefndum jöfnum. Og það getur verið flókið og getur eins og borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir þegar markmiðið er að halda þessu algjörlega jöfnu, þá er farið að halla á konur í sumum tilfellum og er það endilega gott? Þarf þetta alltaf að vera jafnt? Eða getur verið að það sé í lagi að leiðrétta langa skekkju fortíðarinnar með því að hafa aðeins fleiri konur en áður hefur verið. En varðandi það að hins vegar að hvort að það sé yfir höfuð einhver tilgangur með að hafa alltaf jöfn hlutföll eða hafa alltaf bæði kalla á konur, þá eru nú til vísindarlega rannsóknir sem að sýna fram á það að hópar taka betri ákvarðanir þegar hlutföllin eru jöfn. Og fyrir því eru einmitt þær ástæður að það er að jafnaði munur á körlum og konum þegar að kemur að því hvernig fólk, hvaða reynslu fólk hefur og hvernig fólk talar saman og tekur ákvarðanir og þannig að það hefur verið sýnt fram á með frekar skýrum hætti að þetta er til bóta. En svo ég fari nú inn í hringinn þá má náttúrulega huga að sko það eru alls konar aðrir þættir sem að stjórna samsetningu hópa og því hvernig þeir taka ákvarðanir og þá er spurningin hvort að þá að vera að stýra því öllu handvirkt eða er þetta kannski eitthvað sem að mætti bara huga að og við getum hugað að alltaf og veitt hvert öðru aðhald með og jafnvel kjósendur veitt aðhald, fylgst með þessu og gagnrýnt og kannski reynt að hafa áhrif á þetta frekar en að þetta sé með einhverju laga eða valdboði. Nú hefur til dæmis verið tekist mjög ofta á fléttulista eða aðra stýringar í prófkjörum í mínum flokki í Pírötum. Það hefur iðulega verið ofan á að við viljum ekki fara þá leið en á móti er alltaf sagt að þá verður bara fólk að huga vandlega að því sjálft þegar kosið er hver kynjahlutföllin eru og hvetja hvert annað til þess að huga þessu og það hefur gefist ágætlega hingað til dæmis í prófkjörum til síðustu þingkosninga og kjörum í framkvæmdaráð sem sé stjórnflokksins gekk kannski ekki alveg fullkomlega til dæmis hér í Reykjavík þar sem eru 2 kallar efst, svo kemur kona og nokkuð jafnt eftir það. En þetta er allt saman nokkuð góður árangur miðað við að kallar eru í töluverðu meirihluta meðal okkar í hópi skráðra félagsmanna og jafnvel virkra líka. En þetta er eitthvað sem að þarf að huga mjög að og
það að setja lög og reglur, hvað sem okkur kann að finnast það að sjálfsögðu ekki nóg eitt og sér. Þetta snýst hugafar og snýst að vera meðvitaður það að konur og kallar þurfa mismunandi hvatningu og mismunandi nálganir í pólitík. Það iðulega satt sem að ég held að sé hárrétt að kallar eru miklu óhræddari við að vaða fram á völlin og þurfa ekki mikinn stuðning og eru miklu áhættusaknari á meðan það þarf að styðja við konur og hvetja þær áfram og þær eru hneigjast frekar til þess að vilja vera alveg vissar að geta náð árangri eða vissar að hafa stuðning áður en þær fara fram. En þetta svona það sem ég vildi segja þetta í bili og fyrst að ekki liggur fyrir svona formleg tillaga þá er kannski svona óformleg yfirferð og að hugsa upphátt eina sem að hægt að segja á þessu stigi þessi. En varðandi umræðefni sjálft, þá vil ég bara þakka fyrir ágæta yfirferð á því sem við erum að gera hérna frá þeim borgarfulltrúum sem að hafa komið í pontu og það eru auðvitað alltaf gott að nefna það að jafnréttismál eru okkar mál samkvæmt lagaskyldu og það þurfum við að taka alvarlega og mannréttindaráð er til dæmis lögbundin fastanefnd og í öllum sveitarfélögum undir ykkur nafni. Sums staðar kallast þetta mannréttindaráð eins og hér, sums staðar mannréttinda og forvarnaráð og einstaka stað kallast það einfaldlega jafnréttisnefnd. Þannig að það er ágætt að hafa þessa hluti á hreinu. Takk fyrir mig. Það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætlaði bara að koma örstutt upp hérna að lokum, þar sem ég veit að málshefjandi mun síðan loka umræðinni. En ég ætlaði bara að fara að segja, ég langar bara að þakka innilega fyrir þessi viðbrögð. Það er augljóst að þetta er eitthvað sem fólk almennt hefur verið að svona spá í og kannski reka sig á að þetta sé kannski á stundum svolítið óeðlilegt og svo framvegis. Þannig ég ætla nú bara að fá að viðurkenna það að ég átti ekki alveg von á að það væri svona mikill hljómgrunnur fyrir þessu tauti mínu eins og augljóst er hér. Þannig að ég til bara alla líkur á því að kannski fyrir næsta fund munu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins smíða einhverja tillögu í þessa veru eða eitthvað slíkt en þangað til langaði mig bara að þakka fyrir fín viðbrögð og góða umræðu. Takk. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá er síðasta mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir ágæta umræðu. Verð þó að segja að ég mér finnst hún hafa þróast út í umræðu mjög lítið og afmarkað mál þegar við setjum einhvern veginn umræðu jafnrétti bara almennt á dagskrá fundarins að þá svona hefði ég búist við að það yrði tekið svona aðeins víðar á málinu en það mál sem að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir vakti máls á hérna áðan einhvern veginn varð að einhvern veginn stóra málinu í þessu öllu saman sem að ég vil meina að sé mjög lítið og afmarkað og kannski ekkit endilega það mikilvægasta. Ég vil nú byrja á að segja að ég er algjörlega ósammála því að einhver hér og ég fullyrði það að enginn hér inni sem byrjar á að velta fyrir sér kyni og fer svo að velta fyrir sér hvaða einstaklingar eiga að fara í ráðin. Það er alltaf verið að gera þetta samhliða og þetta snýst miklu frekar að við séum líka að hugsa kyn heldur en að við séum bara að hugsa kyn þegar við skipum í ráðanefndir. Og okkur hefur nú bara lánast að gera það ágætlega verði ég að segja fyrir utan að svo tekið undir með borgarfulltrúi Birni Blöndal að auðvitað er engin ástæða til þess að tryggja stöðu karla í pólitík. Karlar hafa getað séð sig sjálfur í pólitík fram til þess og þeir munu gera það héðan í frá. Það er allavega ekkert sem bendir til þess að það halli á þá með nokkrum hætti
og vil vekja athygli á því að meðal Vinstri grænna þá hefur verið sú regla mjög lengi að það skuli leiðrétt ef hallar á konur, ekki ef hallar á kalla. Þannig að ef að konur raða sér efstar á lista í prófkjörum eða forvölum hjá Vinstri grænum að þá ekki leiðrétt fyrir það, en aftur á móti ef að hallar á konur þá það gert. Og það held ég að sé ágætis regla á meðan við erum hér með feðraveldi eða kynjakerfi í samfélaginu. Það sé ekki þörf fyrir þetta hér í borgarstjórn, að hér í borgarstjórn séu málin orðin svo góð og fín að hér þurfi ekki að spá í þessa hluti lengur, það held ég að sé líka argasti misskilningur. Það ekkert hægt að taka einn afmarkaðan þátt af feðraveldinu út fyrir sviga, við verðum á meðan hér ríkir kynbundið ofbeldi, á meðan hér eru staðalmyndir sem etja okkur í sitt hvora áttina og gegn hvort öðru frekar heldur en saman, að þá alltaf hætta á því að það halli á konur og það alltaf hætta, Þannig að það full ástæða til þess að við séum meðvituð þessa hluti og ég mun ekki samþykkja tillögur neinar breytingar þar á. Ég vildi óska að þetta væri barn síns tíma, ég vildi það í alvörunni, ég vildi óska þess að hér þyrftum við ekki að spá í eitthvað sem varðaði jafnrétti kynjanna. Að það væri bara eitthvað sem væri í alvörunni þannig að við getum sagt bara okkur þetta dönn díll, við þurfum ekki að ágjöra þessu lengur. Hér engin kynferðisleg áreitni, hér engin súlustaðir, hér ekkert vændi, hér hallar ekki á konur, hér hallar ekki á neinn. En það bara ekki þannig. Það þannig í samfélaginu að við erum samofin feðraveldinu, það verið að stöðugt etja okkur í sitt hvora áttina og það í alvörunni ástæða til þess að vera alltaf að hugsa það hvaða áhrif ákvarðanir okkar eða stefnumörkun hefur á karla og konur og stelpur og stráka og afmarkaða minnihlutahópa sem að tilheyra báðum eða öllum kynjum. Og ég held að það skipti mjög miklu máli að við gerum ekki lítið úr þessu viðfangsefni, heldur þvert á móti sem aukum og eflum meðvitund okkar þetta allt saman og þar á meðal hvernig við skipum í ráðanefndir. Að öðru leyti vil ég bara segja að þetta hefur verið mjög fín umræða. Það skiptir mjög miklu máli að við tölum jafnréttismál og ég segi þetta í hvert einasta skipti sem við tölum jafnréttismál á vettvangi borgarstjórnar, en það mikilvægt að segja það. Þetta eiginlega eina umræðan sem að þarf að taka fram að sé mikilvæg þegar við tölum hana, þegar við tökum þetta fyrir í borgarstjórn og við gerum það alltaf. Vegna þess að þetta málaflokkur sem vill gleymast. Þetta málaflokkur sem ekki mainstream og þetta málaflokkur sem dálítið á herðum okkar kjallingana, skiljiði. Það eitthvað sem við þurfum að breyta, við þurfum öll að láta okkur jafnréttismál varða, við eigum öll að láta okkur jafnréttismál varða og við þurfum að taka allar okkar ákvarðanir út frá því hvaða áhrif það hefur á karla og konur og ég veit og ég ánægð með að við skulum hafa náð þeim árangri sem við höfum náð, betur má ef duga skal og við munum halda áfram að ræða hér jafnréttismál í stóru og litlu á vettvangi borgarstjórnar sem annars staðar í stjórnkerfinu. Takk fyrir mig. Það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatt sér ljós undir þessari umræðu og telst henni lokið. Við þurfum að ganga til kosninga, förum í 7. mál á dagskrá. Nei, fyrirgefði, rosalega stressar þetta á mér. Heyrðu, þá 5. mál á dagskrá. Það umræða skóla og frístundamál í Grafarvogi. Þá tökur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það eins gott að gleyma ekki aðalmálinu á dagskrá sem að sjálfsögðu innan hverjus málefni, skóla og frístundamál í Grafarvogi og mjög verðugt umræðuefni, sérstaklega á þessum fundi. En það auðvitað margt að gerast í þessum málum eins og við að búast. Þetta mjög stór og víðfeðmur málaflokkur. Þarna undir þetta eru skólamálin, það sem bæði málefni grunnskóla og leikskóla og frístundaheimila. Einnig getum við sagt að íþróttamálin séu þarna undir vegna þess að við svona jafnt og þétt held ég allir borgarfulltrúar viljum samræma þetta tvennt, skólamál og íþróttamál eftir eins og hægt Við rekum hér, borgin rekur hér nokkuð marga skóla í Grafarvogi, í rauninni töluvert fleiri heldur en gert í öðrum hverfum með við fólksfjölda og það starfið mjög metnaðarfullt, bæði leikskólastarfið og grunnskólastarfið
og frístunda heimilin. Þessu starfi var stefnt í nokkuð tvoða, fannst mér fyrir nokkrum árum, þegar það var farið út í mikið sameiningarbrölt og brambolt sem var hluti af hagræðingar aðgerðum, og það skemmst frá því að segja að það hefur ekki verið sýnt fram það ennþá að það hafi einhver alvöru hagræðing nást í þessu skinni, en það urðu hér því miður mikil leiðindi og miklir erfiðleikar vegna þessara breytinga, og það var nú fjallað í skýrslu sem kom út fyrir rúmu ári mann rétt, þar sem var rætt við starfsfólk viðkomandi skóla sem lentu undir þessum sameiningarhnífi, ef svo má segja. Auðvitað ekkert gaman að rifja það upp, en við lestur þeirrar skýrslu, sem sú skýrsla, við lestur hennar, kenndi okkur það kenndi okkur það hvernig á ekki að standa að slíkum sameiningum. Því að nú auðvitað þarf sameiningarbrölt eða sameiningar þarf ekki að vera eitthvað slæmt í sjálfu sér. Við sem borgari hljótum að áskilja okkur rétt þess að hafa all okkar starfsemi í sífelldri endurskoðun með það markmiðið að bæta hana. Og það var, og sum verkefni sem var farið út í á grundvelli sameiningar var rétt að fara út í, en bara með öðrum vinnubrögðum. Það var til þess mjög sárt að sjá að fólk sem hafði unnið fyrir okkur í áratugi, voru til þess forstöðumenn leikskólastjórar, að þeim skyldi vera sagt upp þegar margar þeir áttu fá ár eftir í starfslok. En ég ætla ekki að álengja það, ég ætla bara að vísa í þessa skýrslu, mjög hóll lesning fyrir borgarfulltrúa, og sýnir okkur það hvernig ekki að standa málum. Og nú á skóla- og frístundasviði, nú unnið að skoðun á því hvort og með hvaða hætti eigi að sameina rekstur á sviðinu, og mér er sagt daginn að fyrsta verkefni þeirra sem innan því hefðu verið að fara í gamlu sameiningarskýrsluna og skoða hvað hefði verið ekki gert þá og skoða hvort það mætti gera það núna. Og það er svolítið þá uggur í brjósti vegna þess að ég vona bara og vil hvetja ágætan formann skóla- og frístundaráðs til þess, Skúla Helgason sem situr hér með okkur, að til þess eru bendunum á að til þess eru vítin að varast þau, og þessi skýrsla hún sýndi okkur svo sannarlega fram á hvernig á ekki að standa málum, og ég vona að núna þegar þessari vinnu verið haldið áfram einhverju hætti, þá er ekki það haft að leiðarljósi hvernig var staðið að málum þetta fyrir nokkrum árum. Og við vitum, við hefum rætt það að það sem hefur verið greint frá að leikskólinn Bakkaberg, eða sem samanstendur eiginlega tveimur leikskólum, Bakkastöðum og Berg við Kleiberg, að sú sameining þykir ekki hafa tekist nógu vel, og það er verið að skoða hvort að Berg á Kjalarnesi, hvort að það sé að sameina hann öðru skólastarfi sem þar er. Og ég veit ekki, það er nefnt að skoða þessi mál, og eftir sem ég veit best hefur hún ekki skilað niðurstöðum, en það verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr því. Og nú grunnskólarnir hérna, það var farið út í sameiningu á yfirstjórn þeirra og ákveðnum deildum, og það má svo sem margt það segja, en ég veit þó að starfsmenn allar þessara skóla þeir vinna miklu metnaði, og þeir hafa eins og þeir getað reynt að láta hlutina ganga í nýju umhverfi, og hafa víða í flestum tilvikum, vil ég leyfa mér að segja, náð ágætis árangri. Nú, þetta er leikskóla og grunnskólastigið, en það fer ekki hjá því að flestir krakkar fara núna í framhaldsskóla, og það er mjög góð framhaldsskóli hér í Grafarvogi sem er Borgarholtsskóli, mjög metnaðarfullur, og margir Grafarvogsbúar sækja þangað, en það er hins vegar ekkert launungamál að ég hef heyrt frá íbúum hér og reynir fleiri útkverfa, eða íbúum hér í eystri hverfum, að þeir myndu vilja eiga meira val eða börn þeirra myndu vilja eiga meira val skólagöngu, og það hefur verið nefnt að fólk sakni þess að hafa ekki, það er verið að segja að Borgarholtsskóli sé mjög góður, líka Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, en það er ákveðin hópur sem saknar þess að geta ekki valið svona hér í seilingafjarlægð skóla sem var í öðruvísi, til dæmis bekkjarkerfisskóla.
Og nú er verið að stofnsetja nýjan tónlistarskóla eða framhaldsskóla á tónlistarstigi sem verður væntanlega í einhvers konar samvinnu Reykjavíkurborgar og ríkisins og það verður fróðlegt að sjá hvar honum verður fundin staður í Reykjavík. Ég veit ekki að það sé neitt byrja á slíku staðvali en sem komið er. Og svo vil ég líka segja það bara einu sinni enn að ég tel að það hefur verið æskilegt á sínum tíma þegar að nýjum háskóla var hleypt af stað hér í Reykjavík að ég held að það komi betur og betur í ljós að háskólinn í Reykjavík, staðsetningar hans í Nauthólsvík, þó það sem er fallegur staður, þá hafa hann ekki hentað borginn nógu vel samgöngulega og það hefur verið betra að velja honum stað hér í eystri hverjum borgarinnar en það er auðvitað það er sennilega seint séð núna að reyna að breyta því. Nú íþróttastarfi er hér með miklum blóma. Það er mikil gæfarunni fyrir borgaryfirvöld og fyrir íbúanna hér í hverfinu að hér er mjög öflugt íþróttafélag eða ungmennafélagi Fjölnir sem ég held í munni að það er rétt að það sé stærsta eða fjölmennasta íþróttafélag landsins, stendur hér fyrir mjög blómulegu starfi og í mjög mörgum íþróttagreinum og aðstöðumál hafa hins vegar háð Fjölnismönnum töluvert og má kannski rekja til þess að þegar að hluti hverfis var byggður hér upp þá var farin svona leið á 10. áratugnum að reisa hér marga litla skóla, mörg lítil íþróttahús sem hentuðu ekki íþróttastarfi utan skólatíma, hentuðu kannski leikfimi en ekki í iðkun annarra íþrótta. Þannig að ég held að sú reynsla hafi kennt okkur borgaryfirvöldum það að þegar við stöndum uppbygging slíkra hverfa þá sé kannski betra að hafa íþróttahúsin færri og stærri og því þá er tryggt að þau nýtast allan sólarhringinn en menn þurfa ekki einhvern veginn að bjarga málum eftir á eins og við erum í ákveðinni stöðu að gera. Og það hefur verið mjög mikið kvart yfir í síðustu árum saman að hér vanti annað boltahús, það er ágætt boltahús eða íþróttahús sem hentar fyrir boltaíþróttir í Dalhúsum en það eru mjög öflugar bæði handbolta og körfuboltadeildir hjá Fjölni og tímarnir í þessu húsi hafa ekki dugað og þetta verður ekki leyst fyrir en boltahúsið til viðbótar verður bætt við og þá er ekki langt síðan að fimmleikahús bættist við Egilshöll fyrir fimmleikadeild Fjölnis sem er að þjóna mjög stóru svæði og þannig að það má segja að þetta er smá saman að komast í lag. Það var ákveðið samkomulag gert á milli Fjölnis og Reykjavíkurborgar árið 2007 uppbyggingu í hverfinu og eins og gefur að skilja þá var ekki hægt að standa við allt sem kom fram í því samkomulagi á sama árinu. Það kom stuttu síðar var þér erfitt efnahagsástand og það er alltaf tekist á það borgarstjórn hvar forgangurinn er að vera varðandi mannvirki borgarinnar en það er stutt síðan fimmleikahúsið kom, það var vígt núna í vetur og nú er rætt að það komi líka að það sé hægt að gera samninga við fasteignafélagið sem rekur Egilshöll byggingu boltahús sem mun þá nýtast Fjölni og íbúum hér í hverfinu og ég held að það sé ekki annað, það er bara sjálfsagt að fagna því og leggja áherslu á að borgaryfirvöld nái góðum samningum því að það skiptir þetta mjög miklu máli þegar við erum komin í reksturins mikilvæg fasteigna eins og Reykjavík að við gerum það eins og vel og við getum og það er ekki sjálfgefið að það sé alltaf best að leigja. Það er engin töfraformúla sem segir okkur að sé betra að leigja húsnæði heldur en eiga húsnæði eða öfugt. Það fer alltaf eftir kostnaðinu hverju sinni og ég held að sé mjög mikilvægt þegar við lítum yfir íþróttamannvirki Reykjavíkurborgar að við áttum okkur að því að við þurfum alltaf að vera á tánum hvað þetta varðar og gera mjög góða samninga þannig að kostnaður verði sem lægstu fyrir borgina þó að þess að sé nokkuð slegið af í kröfunum. En þetta, ég stikla hér á stóru varðandi þessi skóla og frístundamál en vil þó geta þess að lokum að rekstur margra skóla, bæði leikskóla og grunnskóla er í töluverðri óvissu vegna sparnaðaraðgerða borgarinnar og stjórnendur skólana kvarti við því að þeir fá ekki nógu skýr fyrirmæli frá borginni hvernig eigi að haga rekstri þeirra og sumir segja að það hefur verið bent á að það eigi ennþá eftir að gera upp mál frá árinu 2015 sem varðar það hvernig menn flytja með sér halla eða hagnað, ég held að það sé nú flestum tilvikum halla á milli ára. Það var samþykkt í borgarráði á síðasta ári að
að skólastjórnendur eru að taka með sér halla yfir áramót og sem er auðvitað ákveðin aðferð, en hins vegar menn benda það á móti, það er búið að skera svo mikið niður í rekstri skólana að það er eiginlega engin liðir eftir til að spara á, því að skólastjórnendurnir okkar, þeir sko stærstur hluti af rekstri skólanu eru þetta launakostnaður og það er erfitt að þeir ekki er heimilt að skera niður launakostnað, lækka launin við okkar fólk. Þannig að þeir liðir sem eftir eru til þess að höggva í eru orðnir mjög rýrir og bara eru eiginlega uppurnir. Og þess vegna er það ljóst að það verður mjög mörgum erfitt að taka með sér halla yfir áramót og það er kvartað yfir því að sem sagt að það séu ófrágengnir, óvissu þættir frá árinu 2015 sem við ætlum að ganga frá og þegar að menn kvart yfir þessu, menn benda á að nú er komin apríl, bara eftir nokkra daga verður þriðjungur af rekstrarárinu liðinn, að það sé ekki ennþá nógu skýra reglur hvað þetta varðar. Tek fram að flestir skólastjórnendur bera formanni skóla- og frístundaráðs, Skúla Helgasyni, vel söguna, hann gerir það sem hann getur, en hins vegar þar ekki, og hans fólk, okkar fólk á skóla- og frístundasviði. Það er hins vegar ekki að valdi skóla- og frístundaráðs að leysa þetta mál, það er vísað lengra inn í borgarkerfið, vísað á fjármáladeildina og síðan hefur, og mér er sagt, síðustu svörin sem hafa fengist er það að það er eftir að meta það endanlega og gefa út fyrirmæli það og þá væntanlega borgarstjóra sjálfum hvað séu hagstað eða óhagstað skilyrði í rekstri skólanna árið 2015 sem mun á endanum ráða því að hve miklu leyti menn eru látnir taka með sér halla yfir áramót. Þetta er ekki einfalt mál en það á að meta þannig að atriði sem skólastjóri ræður ekki við vegna ytri aðstæðna, hann sé ekki neyddur til að taka þann halla með sér yfir áramót, en það sem hann hefði getað ráðið við, það þarf hann að taka með sér yfir áramót og skerða þá þjónustu sína á árinu 2016 til þess að ná upp, til þess að geta greitt hallan 2015. Og það er sem kvartaði við því að línurnar séu ekki skýrar hvað þetta varðar, sem eru þetta mjög óþægilegt fyrir okkar skólastjórnendur sem sitja með sveittan skallan og daginn langan við að reka skólana og fyrir utan það þurfa að vera fyrir utan það að vera glæsilegir faglegir leiðtogar í sínu starfi og hugmyndafræðingar og allt sem því fylgir reka rauninni þurfa á hverjum degi að stjórna kannski stórri kennslustofu, hverjum degi að þurfa í samskipti við fjölmarga foreldra, þá bætast þessar áhyggjur við sem eru þetta óviðunandi og ég vil þetta er auðvitað svona almennt með skólamálin Reykjavík en þar á meðal hér í Grafarvogi og ég vil hvetja borgarstjóra til að setja þetta mál í algjöran forgang ef hann er ekki búinn að nú þegar vegna þess að það er auðvitað óviðunandi að svo langt skuli vera liðið árið 2016 og að þessi mál skuli ekki ennþá vera skýr. Þannig að þetta er það sem maður heyrir frá þeim sem reka skólana og ég veit að það er hægt að laga þetta og við þurfum bara að leysa þetta strax þannig að menn einhvern veginn geti haft þetta fyrir aftan sig, það sé ljóst hvernig 2015 verði gert upp og hvernig 2016 leggst á, svo að menn geti komið þessu frá og þannig að menn geti farið að verja þá meiri tíma sínum í það að bæta sjálfa kennsluna og bæta þjónustuna við nemendurna sem að sjálfsögðu aðal takmark hvers skóla. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þetta tækifæri til þess að fara yfir skóla og frístundastarfið í Grafarvoginum á þessum fundi. Það er óhætt að segja það að skóla og frístundastarf er með miklum ágætum í þessu hverfi. Hér eru 6 grunnskólar með alls 8 starfsstöðvar í hverfinu, tæplega 2300 nemendur. Blómlegt starf sem að rekið í þessum skólum og svona telst til nýlegra tíðinda að tekist hefur mjög gott samstarf milli þeirra allra. Núna á undanförnum mánuðum við að útfæra og innleiða nýtt hæfni og matsviðmið aðalnámskrár undir stjórn skólastjóra Keldurskóla Árnýjar Ingu Pálsdóttur.
Það ánægilegt að nefna það að almennt mikil ánægja með leikskóla og grunnskólastarf í hverfinu rétt eins og annars staðar í borginni. Nýjustu mælingar sem við fengum voru að rúmlega 60% íbúi Grafarvogi voru ánægð með grunnskólaþjónustuna, 18% óánægð, ánægðu tölurnar með leikskólaþjónustuna enn hærri. Þar var reyndar ánægjan mest í Grafarvogi af öllum hverfum borgarinnar, 74% ánægð en einungis 8% óánægð og það þá svona hvorki né eða þar mitt á milli. Nú það er kannski rétt að draga fram og hárrétt sem að kom fram í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að það er áhugavert þegar maður rýnir Grafarvog í samhengi við önnur hverfi í borginni að hér eru fleiri grunnskólar heldur en annar staðar í borginu og það eru fleiri fámennir grunnskólar. Þetta er líka eina hverfi þar sem er fyrirsjáanleg fækkun barna á grunnskólaaldri á næstu 4 til 5 árum. Hér eru 4 grunnskóla með eða undir 200 nemendur og í 3 þeirra er fyrirsjáanleg fækkun fram til 2020. Það er athyglisvert í þessu samhengi ef við förum yfir alla borgina þá er barnafjöldi í grunnskólunum í öllum hverfum eða rétt innan við 400 börn að meðaltali með einni undantekningu sem er hér í Grafarvogi þar sem að meðalfjöldin er vel innan við 300 börn, nánar tiltekið í kringum 280. Ég held að það sé mikilvægt að við veltum þessum hlutum aðeins fyrir okkur, rýnum þetta vel og metum hvort að þessi staða og fyrirsjáanleg barnafækkun kalli á einhverja breytingar á skipulagi leik, grunnskóla og frístundastarfs í hverfinu. Ég vil ekki að við hlaupum að neinum niðurstöðum eða sem sagt tökum neinar ógrundaðar ákvarðanir í þessu efni. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt að við vöndum okkur í málum sem þessum, en það er rétt eins og kom fram í máli síðasta ræðumanns að málefni leikskólans Bakkabergs eru núna í sérstakri skoðun hjá okkur á skóla- og frístundasviði og í ráðinu. Þar er að ræða sameinaðan leikskóla með 2 starfsstöðvar, aðra hér í Grafarvoginum í Staðarhverfi, þar sem að leikskólinn Berg var rekinn áður og hinn á Kjalarnesinu í nágrenni við Klébergsskólann. Það er ansi langt á milli þessara starfsstöðva, 12 kílómetrar og augljóst óhagræði fyrir bæði börn og starfsfólk ef við sjáum fyrir okkur sem eðlilegt er að þessar starfsstöðvar eigi með sér samstarf. Nú, sú barnafækkun sem ég nefndi áðan, hún kemur skýrt fram í sambandi við Kelduskóla Korpu sem er sameinaður grunnskóli sem settur voru á fót í ársbyrjun 2012. Þar voru 2013 125 börn í skólanum. Núna eru þau rétt ríflega 100 og stefnir í að þau verði komin í einungis 75 börn árið 2020 ef ekkert verður að gert. Þetta er veruleikinn sem við okkur blasir og við þurfum að meta hvort tilefni til þess að bregðast við. Það er auðvitað umhugsunarefni að fjöldi barna í heilum árgangi í skóla er komin niður í innan við 10 börn og við þurfum að spyrja okkur, er það ásættanlegt fyrir viðkomandi börn varandi fagstarfi, varandi þá fjölbreytni sem hægt er að bjóða upp á í skólastarfinu og svo framvegis. Þetta er bara umræða sem við þurfum að taka, hún er í sjálfsög alveg á frumstigi og nauðsynlegt að allir sem að málinu koma, allir sem að hagsmuni að gæta eins og stundum er sagt, eigi rödd í þeirri umræðu. Nú, við erum að fá inn til okkar núna í byrjun maí inn í skóla- og frístundaráð skýrslur 2 starfshópa sem hafa verið að rýna þessi málefni leikskólans Bakkabergs og eru þó að skoða skólastarfið annars vegar hér í Staðarhverfinu í Grafarvogi og hins vegar á Kjalarnesi og þar fáum við reikna í með svona ýmsar sviðsmyndir til mismunandi tillögur það hvaða leiðir væri hægt að fá til þess að tryggja að á báðum stöðum verði öflugt fagstarf inn í framtíðinni. Og okkar útgangspunktur er alveg skýr. Við viljum auðvitað sjá að okkar starfsstöðvar séu færar að halda úti öflugu fagstarfi fyrir börn og ungmenni í hverfinu hér eins og annars staðar, þar sem að gæði og fjölbreytni námsins eru markmið nummer 1, 2 og 3. Því til viðbótar viljum við auðvitað aðstoða stjórnendur við að láta endan á saman í rekstrinum og það er auðvitað rétt að starfsstöðvar sem eru með fá börn eða fáa nemendur og verða í ofanálag fyrir umtalsverðri fækkun barna geta lent í miklum erfiðleikum með að sjá fram úr sínum rekstri. Og það er okkar skylda að styðja við bakið á þeim stjórnendum og skoða alla leiðir til þess að gera þessar
starfsstöðvar öflugri til framtíðar. En við þurfum auðvitað að vanda okkur mjög vel þegar að kemur á öllum skipulagsbreytingum í skólamálum og alveg rétt að sameiningar á síðasta kjörtímabili voru vandasamar og tóku mjög á fyrir alla hlutaðeigandi. Við eigum skýrslu reynslu af þeim sameiningum, reyndar ekki svona endanlegan dóm hvernig hefur tiltekist með fagstarfið og síðan þessa rekstrarlegu þætti, en ákveðna vísbendingar sem við þurfum að taka tillit til, og ég held að það sé alveg klárt og kom reynda fram í tillögum starfshóps fjárhagsskóla og frístundasviðs að við lögðum upp ákveðin leiðarljós í því efni. Ef að farið yrði í sameiningar í framtíðinni, þá myndum við gæta að ákveðnum þáttum og þar skiptir þetta lykilmáli að við séum að tryggja að þær einingar sem að komi út úr þessu séu öflugar, en ekki síður að samráðsþátturinn að hann sé mjög vandaður. Og ég vil nefna það sérstaklega að við höfum lagt á það þunga áherslu í þessari skoðun varðandi leikskólan Bakkaberg að eiga gott samstarf og samráð við bæði foreldra og íbúa í viðkomandi hverfum, bæði hér í Grafarvogi og á Kjalarnesi. Fulltrúar foreldra á Bakka og í Kelduskóla hafa átt sæti í þessum starfshópum, sömuleiðis fulltrúi íbúa samtaka Grafarvogs sem jafnframt fulltrúi í hverfisráðinu hér í hverfinu. Leikskólastarfi, það sömuleiðis mjög öflugt hérna í Grafarvoginum. Hér eru núna 10 leikskólar, tæplega 900 börn á þessum leikskólum samtals, allt frá 4 deildum í einu húsi og upp í 150 börn í 3 húsum, tilviki Sunnufoldar. Mjög metnaðarfullt starfi í þessu hverfi og góð samvinna milli leikskólastjóra, til dæmis í svokölluðu HEPA-verkefni sem að 3 leikskólar í hverfinu vinna á samt Austurborg. Hér sömuleiðis eins og í grunnskóla hlutanum hefur verið nokkur fækkun leikskólabarna undanfarin ár, en það eru þó svona merki að það sé eitthvað að draga úr þeirri fækkun en það er ekki fyrirsjáanlegt á næstunni að leikskóla verði fullsetnir í þessu hverfi miðað við það spár sem að liggja fyrir núna. Það er ekki hægt að láta lokið þessar umræðu nema að nefna síðan frístundastarfið, og hér frístundamiðstöðin Gufunesbær sem að þjónustar íbúa Grafarvogs í fjölbreyttu frístundastarfi. Undir Gufunesbæ heyra 8 frístundaheimili, 1 frístundaklúbbur fyrir börn með fötlun og 4 félagsmiðstöðar fyrir aldurinn 10 til 16 ára. Og Gufunesbæ rekur síðan bæði útivistarsvæði og þekkingarmiðstöð í sambandi við útivist og útinám, og ástæða til þess að hvetja alla sem ekki hafa kynnt sér aðstöðun í Gufunesbæ til að gera það. Þetta rein útivista paradís sem að stendur opin fyrir alla borgarbúa, enda eru fjölmargar heimsóknir á þetta svæði á hverju ári, milli 30 og 40.000 meðan við síðustu tölur. Samandregið þá mjög öflugt skóla- og frístundastarfi í þessu hverfi. Við þurfum að ræða vel og takast á við þá talsverðu fækkun sem orðið hefur á barnafjölda, sérstaklega í grunnskólunum en að einhverju leyti í leikskólunum, og viljum eiga mjög gott samráð við bæði foreldra og íbúa í hverfinu og síðan alltaf góða skólafólk sem að stendur vaktina í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi hér í þessu hverfi. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Trausti Harðarson. Forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar, gaman að vera með ykkur hérna í dag í Grafarvoginum, gaman að fá ykkur hérna í hverfið. Ég tók nú saman lista sem íbúi hér í Grafarvogi yfir nokkur atriði sem að snúa skóla og frístundamálum Grafarvogs, og maður langar að byrja því að taka undir orð þeirra borgarfulltrúa sem þegar hafa talað undir þessum lið að hér metnaðarfullt og faglegt og flott starf hjá grunnskólanum og leikskólanum og frístundaheimilinu og frístundamiðstöðunum og félagsmiðstöðunum og vinnuskólanum og öllu íþrótta- og tómstundar og tónlistarstarfi sem hér í gangi í Grafarvoginum. Og
kannski rétt að þó að fækkun sé hér á börnum og þá eru hér í dag 20% barna og unglinga Reykjavíkurborgar, 4.600 held ég sé sirka réttar tölur, 2.300 í grunnskóla og hinn þá yngri eða eldri. Þannig að hér er náttúrulega búið að þylja upp það sem að vel gert, þannig að ég byrja kannski bara á ábendingalistanum og því sem að maður bæta og svona punktar fyrir okkur kannski helst í baklandinu borgarstjórn að vinna með. Mönnun frístundaheimilana á haustin. Það er eitthvað sem að skiptir íbúa Grafarvogs miklu máli sem á náttúrulega allra Reykvíkinga sem eiga börn á þessum fyrstu skólaárum. Og ég tala nú ekki í þessu barstæðsta hverfi borgarinnar. Það gengur alltaf frekar hægt fyrir sig að manna frístundaheimilinu á haustin og það er ekki bara þessir venjulegu þættir að það er að koma stundatöflunar hjá háskólakrökkunum og svona sem að manna þessi störf. Heldur að Reykjavíkurborg stendur sig bara mjög illa í auglýsa störfin, kynna störfin og vinnutíman og það sé þetta vinna hér 1, 2, 3, 4, 5 daga í viku og mismundi vinnutíma. Þannig að háskólakrakkarnir og aðrir sem að myndu vilja þessi hlutastörf á frístundaheimilunum, þau kannski bara viti ekki af þeim eða fréttum seint. Þannig að ég held að síðast hafi verið í febrúar þegar síðasta frístundaheimili í Grafarvogi var búið að manna og sem betur fyrir enda frístundaheimilin það búin góðum stjórnendum að þau ráði ekki heldur með gott og faglegt starfsfólk. En ef Reykjavíkurborg auglýsir ekki þá sækir náttúrulega enginn Nú skólalóðir eldri grunnskóla hverfisins sem eru reyndar pakkfullir af krökkum eru að verða mjög þreyttar og má jafnvel fara að meta hvort lóðir eins og stærsta grunnskólans í Grafarvogi í dag, Rimaskóla, ætti að fara að herra í forganginum í uppfærslu á skólalóðinni. Þar er líka mikið og gott starf og þar er mjög leiðandi skákstarf fyrir allt hverfið og í leiðinni ef að þetta fær áheyrn hjá formanni og borgarfulltrúaskóla og frístundasviðs að þá væri fínt að gefa þeim út í skákborð. Nú leikskólatæki, rólur, vegasöld, kastalar og margt fleira við flesta, ef ekki bara alla leikskóla hverfisins. Það hafa ekki verið málaðar 1, 2, jafnvel 3 sumur og sum leiktækin og leikkastalinn eru bara velfúnir og mjög ljótt að sjá og ég get bara nefnt 2 leikskóla hér eins og Fífuborg og Laufskóla sem er raunin hræðilegt að sjá leiktækin og nú hefur bæst bara við að búið að spreyja á fúnu leikkastalana. Málingaflissur og fleira sem almennt myndum teljast ekki gott fyrir leikskólabörn að komast í liggur líka á lóðunum. Þetta er eitthvað sem við hér í borgarstjórn og breiða bakinu fyrir skólana og leikskólana og frístundastarfi eigum að grípa. Húsaskóli er glæsilegur grunnskóli hér, gríðarlega falleg bygging og vel heppnaður skóli. Er liðinn á sundlaug hverfisins og öðrum íþróttamannvirkjum sem að nýtast kannski ekki fyrir skólan sjálfan. En kannski sökum þess að skólinn var byggður hliðin á sundlauginni og knattspyrnuvellinum, þá hefur þessi skóli ekki fengið sparkvöll, vinsælu gervigras sparkvöll og hefur foreldrafélagið sótt ítrekað á alla hlutaðeigandi í 2, 3, 4, 5 ár og væri gaman ef þessi skóli geti fengið þennan lokanhyggt. Þetta er orðið bara mikilvæg hluti af grunnskóla í dag að hafa sparkvöll. Nú, þrif og bónun innan grunnskóla og leikskólana hefur auðvitað minnkað og versnað og horfið kannski á sumum stöðum í niðurskurði og fyrir grunnskólana. Það er eitthvað sem við Grafarvogsbúar finnum alveg fyrir og þarf að bæta. Sundkennsla, hún er takmörkuð fyrir skóla í Grafarvogi.
Sumir skólan í Grafi fá 1/3 ári fyrir hvert bekk í skólasundi. Aðrir halva vetur, sumir heila vetur. Enn er verið að skutla börnum í Grafi í sundi í önnur hverfi og það á að verða börnum og öðrum hverfum með skutlað í skólasundi í Grafi. Tölvubúnaður við grunnskólana er náttúrulega alltaf erfitt verkefni og er ekkert endilega sér í Grafi, en það þarf stöðugt átak í því til að vera up to date eins og maður segir. Vinnuskóli, það er fyrir þetta barnstæðsta hverfi borgarinnar og hér er náttúrulega mikið af fjölskyldufólki, þá er náttúrulega mikil þörf fyrir það að sé vinnuskóli líka fyrir 8. bekk og svo 17 ára ungmennin. Það er náttúrulega eins og ég kannski var að segja á það, nóg af leiktækjum og við þessa skóla og leikskóla sem þarf nauðsynlega að mála og það er bara fínasta sumarvinna að ráða fullt af úlingum hér að mála alla þessa leikvæli og þau værum kannski búin að fúna leiktækin hérna ef það væri málað hverju sumri. Öllum þessum börnum þarf að koma í skólana og sumir labba sjálfur og aðrir með foreldrunum. Það eru nánast ekki hægt að finna málaða gangbrautir allt hverfið á leiðum í skóla og leikskóla. Á sama tíma og börn hverfisins að fá sendið sín umferðarkennslubækur frá umferðarstofu þar sem kennt að labba yfir götunar þar sem málaða gangbrautir. Þetta er eitthvað sem við hérna í baklandinu að grípa og sinna. Samræma þarf starfsstaða grunnskóla og leikskóla í hverfinu. Þetta er eitthvað sem þarf ítrekað að biðja Starfsstaðanir eru ansi margir, bæði á skólunum og leikskólanum og mikil þörf að þetta passa að þetta sé sömu dögum svo að þetta sé ekki taka allt sumarfrí á foreldrunum að dekka þessa daga. Ég ætla að fá að vitna í eitt með leyfi forseta. Hverfisráð óskaði þann 28. október 2014 eftir upplýsingur frá skóla og frístundu hverju sameining grunnskólinn hverfinu hefði skilað viðhorfi barna, foreldrum, kennara sem og námslegum og fjárhagslegum ávinningi. Framkvæmdastjóra Miðskarðs var falið að kalla eftir slíkum upplýsingum. Málið tekið aftur og fundir ráðsins þegar upplýsingar hafi borist. Þetta er 28. október 2014 og var hugmyndin að fá að vita hver fjárhagslegu markmiðin og hversu vel fjárhagslega ávinningur af sameiningu skólana á unglingastiginu hefði skilað sér og fá viðhorf, fá heyra viðhorf barnanna og foreldrana. Engin svör hafa borist við þessu. Og það er bara nauðsynlegt fyrir hverfið þegar verið að sameina skólastigin að fá uppgjör hvernig til tókst og fyrir borgarstjórn að fá líka náðust fjárhagslegu markmiðin sem og hinn. Á samanskapi að hér er verið að skoða fækkun í leikskóla eða ekki, að þá skapast þörf á öðrum stöðum og hér er náttúrulega verið að byggja upp Bryggjukverfið og það styttist í þörf á leikskóla í Bryggjukverfislutunum. Og síðast en ekki síst er það frístundastrætó. Hér á milli enda í þessu hverfi eru allt upp í 4,5 kílómetra eftir hvert fólk og krakkarnir að sækja. Frá Hamrakverfi upp í Egilshæll eru 4 kílómetrar. Og þess vegna er þetta langa leiði fyrir krakkarna að fara. Og það er mikil þörf á auknu fjárframlagi í frístundastrætó í Grafarvogi svo hægt sé að annars vera að nýta mannvirkin enn betur þegar skóla lýkur og með skólajafnvel og að dagskráin sé búin í lok dags. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get ekki staðist á freistingu að reyna að mynda smá tengsl við umræðuna hér og eftir þar sem að var verið að ræða það hvernig mætti virkja fleiri í borginni til að taka til hendinni varðandi umgengni, rusl og svona og það sem að borgarfulltrúi Trausti Harðarson sagði skólalóðir og það þyrfti að mála það og málung var að flyksast niður. Þá spyr ég, var ekki upplægt til dæmis að foreldrar
tækju sér saman og tækju leikskólalóðir eða skólalóðir í fóstur. Það eru til ágætis fyrirmyndir af því. Það var svona leikskólalóð við Lynghaga sem var svolítið fræg fyrirmynd. Og sjálfur þekki það vel í borg sem ég bjó í Þýskalandi og var þar með mín börn í leikskóla og þar var sem sagt voru foreldrar, var ætlast til þess að þeir voru mjög virkir. Einu sinni í mánuði þurfti hvert foreldri að koma og skúra og hreinsa. Þannig það líka í Valdórskólanum hér í Reykjavík, þar var ég líka með börn og það var bara gaman. Og þannig að það kannski verkefni að skoða það, hvernig þetta virkja foreldrana meira. Því að þeir hafa náttúrulega besta yfirsýn yfir það hvað þarf að gera á hverjum stað. Þegar í borginum þetta alltaf svolítið vélrænt. Þar þarf þetta alltaf að fara eftir skilgrindum lista af því að það ekki hægt einhvern veginn að eftir einhvern geðþótt að ákveða vegna þess að Trausti hélt svo frábæra ræðu í Grafarvogi þá náttúrulega við að breyta röðinu og taka leikskólana sem hann myndist á fyrst. Þannig að ég held, og nú ég ekki með neinn útusnúninga neitt svolítið, ég held í alvörunni að svona leið til þess að hafa þetta í hans betra ástandi og ég held að ég þekki að sjálfur sem foreldri það mann finnst skemmtilegt að taka ábyrgð á skólanum og leikskólanum þessi barnum hans er. Og talandi Valdór og ómálaða hluti, sko, þá var það einmitt Valdór leikskólinn við Grundarstíg og Valdór grunnskólinn upp í Lækjarbotnum. Þar það beinlínis stefna að vera ekki með nein tilbúin leikföng. Það ekkert málað, timbrið bara ómálað og börnin sjálf tálka það og saga og smíða. Af því að þar svo heimspeki í gangi að til þess að örva sköpunargáfu krakkana þá eigi þau í rauninni að búa til sín leiktæki sjálf og þannig hefur það verið í 100 ári í Valdórskólanum og hefur gengið bara ansi vel. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, þá svarar Trausti Harðarson, borgarfulltrúi, andsvari. Forseti, ég spáði hvernig ég skilja borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson. Málið þetta bara sjálf, voru það skilaboðin eða eigum við að taka þetta jákvætt og allar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson að hafa samband við alla leikskólana í hverfinu. Ef það þarf að mála þá skoffum við málinguna, hvetjum foreldrafélögin til þess að koma og mála. Leiðinnar geta verið margar að markmiðinu en þörfinni til staðar. Leiktæki eru fúin og búin á því í Grafarvoginum og ég nefndi tvo leikskóla ágæta borgarfulltrúi Hjálmar láti bara taka úttekt á því eða renni við á þessum stöðum. Tækin eru fúin og þau þurfa að mála. Takk fyrir. Trausti Harðarson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, óskar eftir að veita andsvar öðru sinni. Já, ágæta borgarstjórn og forseti, ég held að þetta hefði nú ósköp auðskýli sem ég sagði og ég tók það fram að ég ætla ekki að gera neitt skæting. Ég tók það fram, ég held að þessi kannski bara svona vænlegra, árangusríkara og skilvirkara á foreldrar að taka aðeins meiri þátt í að sjá þessa hluti. Og borgin hefur, það til ákveðið svona verklag við þetta, borgin hefur í sem tilvikum einmitt skaffa málingu og eitthvað slíkt og þannig að það var nú allt og sumt og átti að vera einlegg bara í að hafa umræðuna kannski á pínulítið víðara plani heldur en bara það að búa til einhvern pöntunarlista, við þurfum þetta og við þurfum þetta og við þurfum þetta. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvörum lokið og hv. borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það vil til fundið að fara yfir málefni skólann í Grafarvogi á þessum fundi borgarstjórnar sem haldinn hér sem hluta af hverfavíkunni eða því að flytja skrifstofu borgarstjóra og ýmsa fundi ráða og þar á meðal borgarstjórnar sjálfrar í Grafarvogi
Og bara til að kannski upp að botna það umræður eða skoðanaskipti sem hér hafa farið fram að þá endurómar áhugi beggja í umræðum sem ég hef átt við fulltrúa foreldrafélagana í Grafarvogi. Þau hafa raunar komið á framfæri ábendingum eða kvörtunum yfir því að hafa ekki fengið að taka jafn mikinn þátt í að gera fínt og taka til hendina á skólalóðum eins og þau jafnvel viljað. Og það held ég að sé eitthvað sem að eigi að fara vel yfir vegna þess að þetta tíðkast nokkuð víða í borginni að foreldraráð og foreldrafélög leikskóla sérstaklega taki þátt í þessu og hefðin var lengri annar staðar. Ég held að þetta sé nánast algild regla þegar einkarekna skólar annars vegar en í svörum við fyrirspurn sem að Líf Magnúsdóttir varaborgarfulltrúi sendi á síðasta kjörtímabili kom fram að á einum 12 eða 17 skólum hefði verið þáttaka foreldra varðandi svona og þá þetta stundur svona fastir dagar einu svona vori sem nokkuð skonar vorhreingerning. Þetta nú algild regla víða í Skandinavíu en hugsanlega hefur þetta svona minnkað með árunum og alveg ástæða til þess að velta þessu fyrir sig. Þetta getur líka bara skapað viðkynningu innan foreldrahópsins og verið skemmtilegt. En þetta engin algild lausn á viðhaldsvanda hvorki í skólakerfinu né annars staðar. Þetta fyrst og fremst svona viðbót, eitthvað skemmtilegt sem kannski getur nýst þegar ekki verið að taka algjörlega í gegn eða svona, milli svona stóra átaka í þessu. En það verið gríðarlega gaman að heimsækja skólann í Grafarvogi. Ég hef heimsótt alla starfsstaðina á grunnskólastiginu og átti langan fund með leikskólastjórum þeirra mál þar sem var farið yfir stórt og smátt og þeirra áhyggjur meðal annars að fjármáli sem hér var komið inn á. Það er alveg rétt að það hefur ekki verið neglt niður nægilega vel hvað flyst af halla og afgangi í borgarkerfinu. Það er auðvitað eitthvað sem býður eftir að uppgjör liggja fyrir þannig að það verður aldrei á degi 1 eftir áramót en núna þegar að ársreikningur liggur fyrir þá hafa málaflokka verið beðnir að gera tillögur að því hvernig með þetta eigi að fara og ég mun leggja til við borgarráð hvernig það endar eftir umfjöllun fjármálaskrifstofu. Við höfum þó sagt það bæði við grunnskólastjóra og leikskólastjóra að þættir eins og ef að skólarnir hafa verið að fara eftir settum reglum varðandi sérkennslu en keyrt fram úr vegna þess að fjármagnið fylgdi ekki reglusetningunni að þá teljist það ytri aðstæður og myndi ekki halla sem að skólarnir þurfa að taka á milli ára. Og þannig að það upphæðir sem að skólarnir hafa haft áhyggjur af að þurfa að taka með sér sem halla verða ekki eins háar. Það er kannski ekki færa á að fara yfir þetta í smáatriðum en það liggur greiningin ekki alveg fyrir. En eitt af því sem að skiptir máli þegar verður að tala samdrátt í fjárveitingum til skóla er auðvitað það að fjárveitingar fylgja nemendafjölda. Og í skólum þar sem samdráttur í nemendafjölda að þar eru minni fjárframlög. Ekki að öllu leyti því að húsnæðisframlögin standa í stað og kannski ýmis fastur kostnaður en þetta gerir það að verkum að til dæmis hér í Grafarvogi eru nokkrir skólar sem eru mjög óhagkvæmir í samanburði við aðra skóla, eru með tiltölulega fáa nemendur og óhagstæðar bekkjarstærðir. Þetta hefur legið fyrir í greiningum sem unnar hafa verið af skóla- og frístundasviði undanfarin ár og var lagt fyrir bæði SFS og borgarráði fyrra og kannski ekki að öllu leyti mikið við því að gera. Ég held að flestir kannski sjá það núna að það að byggja svona marga skóla í þessu hverfi og hafa það svona litla er ekki endilega besta skólapólitíkin. Það er ekki endilega versta skólapólitíkin heldur, en hún er allavega býsna dýr þegar kemur á húsnæðiskostnaði þegar hverfin fari gegnum svona þroskaferil, þar að segja að hverfin eldast, börnum fækkar, að þá verður mjög dýrt að reka skóla á þessu sniði og þess vegna hafa núna
meðal annars unglingadeildir verið sameinaðar. Það var mjög umdeilt og við höfum ekkert leynt því og það mátti ýmislegt betur fara þar í samráðinu. En ætli það sé ekki líðan og ánægja krakkana sjálfa sem ráði mest það að ég heyri hvergi talað það að einhver vilji fara tilbaka varðandi þessar breytingar í skólanum í Grafarvogi og krakkarnir eru býsna bratti með þetta. Og ég tek undir með þeim sem að segja að í þeirri rýning og skoðun, til dæmis varðandi fækkun í leikskólum sem kannski kallar á einhverja breytingar, mikilvægt að læra af reynslunni sem myndaðist á síðasta kjörtímabili og reyna að vinna bestu lausnum í sem ríkastri sátt. Mér langar til að vekja athygli borgarstjórnar á Grafarvogsmódelið varðandi frístundastarf. Frístundamiðstöðin Gufunesbær heldur utan 8 frístundaheimili við grunnskólana og félagsmiðstöðvar sem þó í þeim skólum sem eru með 10 til 12 ára starf en líka unglingadeildir. Og það sem sérstakt við Grafarvogsmódelið að frístundirnar eru allstaðar inn í skólunum. Það mjög mismikil aðstæða. Í sumum skólum var hugsað fyrir þessu eins og í Foldaskóla þar sem að fjörgin í sumum skólum ekki. En það merkilegt að heyra starfsfólki leggja áherslu á það að húsnæðið skipti ekki öllu máli. Það getur skipt jafnvel meira máli að hafa aðgang að íþróttahúsi skólans til þess að nýta í frístundastarfinu. En það ekki verið að biðja viðbótar byggingar, heldur gengur þetta ljómandi vel sem sést á því að aðsóknan í félagsmiðstöðum og félagsmiðstöðastarfinu í Grafarvogi er meira herra heldur en annars staðar í borginni. Það líka mjög virt ungmennaráð sem ég hef hitt og haft mjög gaman af. Ég fer í heimsókn í Borgarholtsskóla á morgun. Þar býður okkar áhugaverð samstarfsverkefni það hvort að við getum leigt saman íþróttahúsfermetra í tengslu Egilsvöll og ég hlakka til þeirra viðræðna. Það að vísu tímabundin skólameistari núna en Ingi Bogi ætlar að fara yfir þessi mál með mér og hann reyndar að sækja skólameistarastarf en veit ekki hvort hann fær það. Það rennur út hans skipun í lok þessa mánaðar. Það eru skólalóðir á dagskrá og skólalóðirnar eru reyndar víða mjög fínar. Ég held ég muni að rétt að húsaskóli núna kominn á dagskrá en almennt þá húsnæði skólana feikilega gott og rúmt reyndar og sumstaðar þá hefur það verið nýtt til dæmis fyrir stóra og fína aðstöðu lúðrasveitarinnar í hverfinu og alþjóðaskólinn auðvitað í Hamraskóla og í sumum skólum orðið það rúmt að það mætti hugsa sér eitthvað fleira og eru allar hugmyndir vel þegnar í því sambandi. Það auðvitað ekki allt sem fer saman við skólastarf en kannski var þetta að hugsa eitthvað skemmtilegt þannig að við séum ekki með bæði þennan svo mörgu fermetra bundna á reikningi skólans og kannski þetta bæta einhverju við eins og enn frekara tónlistarstarfi eða listum sem að gæti að ríma vel við starfsemi skólana í Grafarvogi. Þetta öflugt hverfi. Fjölnir ekki bara fjölmennt hverfi heldur gríðarlega sterkt félagslega. Það ótrúlega stór hópur foreldra sem tekur virkan þátt í sjálfboðastarf á vegum Fjölnis og þetta mikill styrkur fyrir allt starfið í hverfinu. Ég vil að öðru leyti taka undir það sem kom fram í ræðu Skúla Helgasonar formanns skóla- og frístundaráðs og yfirferð hans yfir málin. Aðeins bara nefna, ég held að geti skapast spennandi færi bæði til útikennslu og nýtingar á svæðinu kringum Gufunes. Núna þegar búið að gera því nokkuð til góða. Þetta verður líklega fyrst að framkvæmda lausa sumarið þar sem reyndar ágætt og starfsmennirnir bent á því að núna komin tími til að fá mjög brakandi gott sumar með mikilli sól og þá held ég allir sem tilþekja hafi trúið því að grillaðstæðan og aðstæða fyrir fjölskyldu til leikja og útiveru einfallega í kringum Gufunesbæ muni slá í gegn. Það eru ýmsir sem vita að þessu en ekki næsti allir í hverfinu. Þannig að þetta spáin fyrir sumarið. Brakandi gott sumar í Grafarvogi. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og þá umræðu lokið.
Við göngum þá til kosninga, byrjum